Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin enn og aftur í Kia-deildina. Ég heiti Ásgeir Rafn Sigurðsson og með mér í kvöld engin annar en Brimar. Já, sælir, gott að vera mættur aftur í League of Legends og gott að fá þig aftur 2 vikur án þín. Þetta búið að vera, já, skemmtilega skrítið, getum sagt það bara.
En já, gott kvöld framundan og við erum búin að fá stórkostlega leiki í þessu nýja tímabili okkar. Einmitt, ég búinn að vera að fylgjast svona annarslagi með einmitt útsendingunum hjá okkur og þetta að fara að vera skemmtilegt? Við erum einmitt núna með þetta best af 3 leikjum sem að fara að gera hverja viðureign svo mikið svona mikilvægri og fyrirlesi komið inn í þetta líka, svo þetta að fara að vera mjög gaman. Já, algjörlega, fyrirles best of 3, við spiliðum náttúrulega alveg slatta af því, bara svona útslátta keppnina í haust. Einmitt. En mjög gaman að fá þetta akkurat í deildina, bara í riðlakeppnina strax af stað og við höldum síðan bara áfram með það í úrslitakeppnina sem verður æðislegt og það er nóg til að leikjum þar líka. Þannig að þetta verður bara langt og gott season og já, eins og segið, mikið undir en lið klárlega að fá annars séns. Ég er búinn að sjá það allavega núna tvisvar, meðal annars Jötun sem við sáum hana í fyrstu vikunni, unnu fyrsta leikinn og töpuðu síðan seinni 2, töpuðu viðureigninni. Gera það síðan sama móti, vissulega liðið sem við sjáum hér á eftir í síðustu viku, unnu fyrsta leikinn og töpuðu seinni 2. Þannig að það í best of ones væru þeir í mjög góðri stuðu en fyrst að það er búið að breyta þá eru þeir neðstir. Einmitt, ég var einmitt að horfa á hvernig tablan var og einu viðureigninar sem fóru einmitt 2-1 var Jötun viðureigninar þar sem Jötun vann 1 leik og tapaði 2. Flestir voru annars bara 2-0 sýndist mér, svo þetta kannski erum við að fara að sjá meiri 2-1 þegar það líður á einmitt tímabilið en að gæti hvað sem gerst einmitt eins og í kvöld, þetta að fara að vera skemmtileg viðureign. Við getum kannski farið yfir einmitt hverjir eru að keppa í dag. Já, við erum að fá heilaðir gegn snákunum, ný nöfn, fáum heilaðir hér upp, það í topp A-grein Nero, skóginum Koni, miðjunni Daniel the Manual, botn A-grein síðan Sæþór og I Hate Supporting. Við sáum Sæþór spila fyrir Jötun síðasta tímabil. Ég man ekki eftir að sé marga aðra. Nero kom inn sem varamaður einhvers staðar, eða ekki? Jú, Nero hefur haft alveg góða sögu einmitt í íslenskum svona League of Legends senunni þar sem hann var á KR mjög lengi, hefur verið að spila svona skemmtilega, hvað segir maður, svona sína takta á einhverjum eins og Riven og Camille mjög flinkur einmitt á lyklaborðinu. Svo náttúrulega Koni, hann núna kominn í þetta lið, hann var einmitt í VAM seinasta tímabilið, ekki? Jú, það getur verið. Jú, hann var að spila þar. Svo minni mig að sjá Daniel Manual einhvers staðar, ég man ekki hvar, en mér kannast eitthvað mjög mikið í nafnið einmitt. Og I Hate Supporting, það mjög svona, nafn einmitt í aðstofamanna-stöðin. Já, það mun að hafa gaman í kvöld. Það erfitt að hafa gaman með Sæþór með liðið held ég, en allavega Þór, sko, ef það einhver maður sem þú vilt fá á móti Þór, þá það Sæþór og það bara því að hann bara kann að komast í hausinn á honum. Já, það æði. En ef við þá fara aðeins yfir í þá næsta lið sem að fara að vera snákunir. Já, það vissulega gamla döstiliðið aðeins breytt. Það topp A-grein Seifur, skóginum Sosa, miðjunni í dag Sarsator og botn A-grein Redside Hater og MIQ. Við höfum séð sem sagt annan í miðjunni hjá þeim síðustu 2 vikur. Það sem náttúrulega ekki hérna á staðnum en bara það sem að þeir voru að spila. Það vissulega Legions. Já, komin aftur í miðjuna. Já, hann ákvað að fara aftur í miðjuna. Kannski telja þetta að vera sterkari deild, vilja spila sínar stöður í staðinn fyrir að fara í sínar svona secondary stöður þar sem þeir voru að spila síðasta tímabil. Þeir voru nú ekki langt frá því að tapa úrslitunum þar og ég held nú að eitthvað af þessum liðum hafi nú bara styrt sig ágætlega þannig að eins gott að þetta lið sé búið að koma sér af stað. En að fara úr Dusty yfir í snákanir, ég veit ekki alveg hvað á bakvið það.
þessi strákar hafa nú almennt bara verið hjá Dusty mjög lengi Já, og kemur með pínu á óvart að þeir séu að breyta eitthvað til núna. já, fara yfir sem sagt, já, búa til þá nýtt lið og við erum að sjá hérna Sarsador þá snúa aftur til einmitt hérna svona heimamenn, hefur verið með Sósu og Lee Jones og hérna Hausu og þeim mjög lengi, svo hann bara að koma aftur í sitt lið, hann var náttúrulega í VAM sem ekki lengur að keppa. Við erum líka að sjá MIQ sem var einmitt að bjarga hvort það var ATD seinasta tímabil, þá kom hann inn svolítið svona seinnipartinn af deildinu og byrjaði að hífa það svolítið upp, sko. Já, MIQ var mjög sterkur liður hann sem að koma akkurat seinna til þeirra. Þeir byrjuðu fyrir eitthvað illa en komu sér síðan bara í mjög góða stöðu, töpuðu reynda síðan í úrslitakeppninni bara í 8 liða úrslitum en já, ég held að þetta sé mjög sterkur hópur sem þeir eru að stilla upp hér og já, bara svona til að henda í spána þá ég að spá þeim 2-0 sigri hér strax í kvöld. Einmitt, það er komið allavega fast á borð. Ég ætti þá að taka svona aðeins afstöðun, svona aðeins öðruvísi stöðu og að reyna hérna að vera vongóður einmitt fyrir þá maður að fá smá Red Bull hérna fyrir einmitt ég þarf að fá liðsheitið aftur. Snákanir á móti Heilægir. Núna eru komin ný lið og maður þarf aftur að byrja að muna hvað leikmenn eru og hvar hérna, þeir eru að spila. En það er Heilægir á móti Snákunum. Ég held að það gæti Heilægir leina kannski á sér hérna. Þetta er svona, maður hefur séð mikið af góðum spilum frá mikið af spilunum hérna gegnum tíðina, svo þú kannski ekki mikla hérna von á Sæþóri. Já, þú veist, ég dýrka drenginn og hann komin í sína aðalstöðu aftur, var að spila miðjuna, klálega ekki það sem að hann vill vera í botnagrinninni. Þeir reyndar, ég veit hann hefur verið í einhverju liðum þar sem hann hefur verið að hoppa á milli og eitthvað svoleiðis í ákveðnum mótum. Þannig ég hef miklu meiri trú á hann núna en ég veit ekkert hvernig hann spila með I Hate Supporting, það sem ég man bara ekki eftir að hafa séð I Hate Supporting spila áður. Ekkert hver það er. En já, ég og Sæþór erum góði félagar og ég spilaði mikið dúo með honum síðasta tímabil og já, það er alltaf gaman að sjá hvað hann tekur upp og það eru nokkrir sem að, já, hann spilar mikið sem ég til vera frekar sterkir þetta patch, þannig að það verður gaman að sjá allavega eitthvað að því poppa upp þegar við hoppum yfir í Champs-leitið. Einmitt, við erum að sjá hérna fyrsta bann Nasus sem er með skoðanir á því. Sko, hvert er sko, ok, Nasus er alveg sterkur, level 20 og allt það dæmi, en er Nero virkilega að fara að spila það? Eru Snákanir ekki að fara að klára leiki fyrir level 20 og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur. Ég held að þetta séu Snákanir að leika sér aðeins. Já, ég get líka að hugsa kannski vilja þeir taka mjög mikið af einhverjum attack speed hitjum og hérna tvöfaldafí á Nasus er að fara að eyðileggja allt fyrir þeim. Kannski einhver Kalista þarna í botnagreininni. Já. Ok, Nasus er Jarvan. Það útskýrir mikið. Það er allt annað mál. Ég skil það bann Jarvan klálega eitthvað sem að ég held að ég man ekki mikið eftir að Sósa hefur verið að spila, sérstaklega ekki svona first pick og Shacoin kemur akkur á tíðinu með en það er meira Sósa sem að við þekkjum. Nocturne, Pantheon, þeir eru að fókusa á skóarmannin mjög mikið hérna. Já, taka svolítið af honum með mitt Kóni hérna þar sem þetta er eitthvað sem er mjög sterkt eins og er sérstaklega eins og Pantheon. Maður er búin að sjá mjög mikið af því en við erum að sjá svo Varus bara tekið beint hérna. Já, Varus mjög sterkur þetta tímabil, get farið pínu mismöðandi. Ég hef séð lethality, ég hef séð galdra skaðan og ég tel galdra skaðan svona og attack speed vera meira málið. Já. En vissulega ef það er engin sterkur og klassíska sifir í hinum megin. Þetta er, já, pick sem að Sæþór er þekktur fyrir. Okay. Þannig að, og hann elskar að taka þetta í miðjuna líka þegar hann fær tækifærið. Æði. Og já, þannig að ég til að vera mjög sterkan hér og sérstaklega inn í hennar Varus sifir mjög góð með þennan skjöld sem hann getur nýtt og já, það sem að Varus er nú aðalega að nota einhverja abilities. Hérna kemur einmitt GAs að líklega fara að vera tekin í burtu einmitt af snákurum mína þar sem
þetta gæti farið einmitt á Nero eða Coney í skóginum. Ég held ég var að sjá eitthvað af Jace sem hann var að spila í solo queue og þetta bara fínt, taka þetta af einmitt save og líklegast að fara allavega í frumskógin. Já, mér finnst það líklegara. Ég hef minna síðan Nero verið að spila þetta og Jace klálega sterkur í skóginum núna þrátt fyrir nerf síðasta patch. Já. En síðan tekið hérna Rumble, það er alltaf í topp agrin, held ég. Ég hugsa, kannski þeir eru að búast við þeim að Jason fer bara í topp agrin en taka bara Rumble hérna sem búin að vera svona ágætlega sterkt pick hérna í þessu patchi mitt eitthvað spilaður mitt í LEC svo þeir taka bara fínt hérna Rumble blind þá. Já, mér finnst þetta eiginlega bara vera pínu svona LEC draft hjá snákunum. Þetta er svona þetta klassíska Varus, Rumble, Alistar. Við höfum séð þetta mjög mikið pro play fyrir þá sem að fylgjast með því og þá sérstaklega hérna í Evrópu reyndar mjög mikið spilað á þessum Sivir og Jace, ekki alveg hátt að listanum hjá þeim en mjög sterkir í solo queue og það er pínu svona solo queue mindset líka svona á bakvið þetta Jace val karma kemur með. Við erum að sjá svolítið af poti hérna hjá einmitt heilögum. Það er svolítið munur myndi ég segja það sem ég að sjá mikið af svona fara inn hetjum hérna hjá snákunum. Allan meðan Alistar þá þeir að leita einhverju svoleiðis kannski jafnvel svona catch comp með Varus og Alistar. Já, algjörlega. Það er erfitt held ég að spila pínu í gegnum snákana, sérstaklega ef að heilagi taka tvo svona aðeins þyngri hérna fremst eða þá eitthvað sem að getur stýrt leiknum aðeins betur. Já. Ég vil sjá Sion Orn, eitthvað svoleiðis í topp agrinu hjá heilugum bara eitthvað svona kjötana fremst til að þurfa að komast í gegnum og áður en að akkurat þeir eru teknir og síðan eitthvað sem að getur stýrt leiknum mjög mikið, eitthvað sem er mikið crowd control. Ég hefði hugsað og Rihanna hefði verið góð með þessu tekið Sylas inn hérna af þeim náttúrulega Varus og Rumble og bara, eða reyndar Alistar útli líka þú getur spilað virkilega mikið með Sylas þarna hjá heilugum alveg mjög mikið hérna í gangi svo Sylas banni bara æðislegt. Já. En það pæling sko hvað að fara að taka hérna í miðjuna. Ég ekki mjög svona viss með einmitt hvað hann Daniel the Manual að spila svo hérna. Nei, ég væri alveg til í að sjá eins og ég segi bara eitthvað svona control mates eða eitthvað slíkt þess vegna eitthvað sem að með meira reyns líka eins og Asir eða eitthvað svoleiðis sem að getur þá bæði komið inn að hliðinu og þá ítt þeim út ef að þeir eru snákanir að reyna að búa til eitthvað svona bara engage, bara beint fram á þá. Það er náttúrulega væri mjög sterkt ef hann spilar það. Já, það er svolítið bara einn góða Nivea. Það er líka alltaf gaman. Já, Nivea búin að vera mjög sterk í þessi patchi, skeila mjög vel með mana og slíku og þú getur spilað með mjög mikið mana þetta season. Þetta tímabili er búið að breyta svona því sem að maður var orðinn þekktur og bara byrjaði að þekkja en það er Diana bannið sem kemur líka önnur sem er búin að vera mjög sterk og að fá nerf núna næsta patch. Ok, við erum að sjá Aurora Eisólina Hover. Aurora ekki einmitt sem þú veist að pæla í. Hérna. Já, ekki alveg það sem áttin sem ég hefði farið í. Við erum að sjá svolítið allavega, ég veit ekki hversu mikið Aurora að passa hérna inn í restina af einmitt liðinu hjá þeim. Aurora getur farið þetta í toppakrina. Ég myndi ekkert vera eitthvað láta nákað. Maður veit aldrei sko, maður þarf að hafa svona augun opin allavega fyrir einhverjum breytingum en þú þarft allavega eitthvað disengage inn í þetta Rumble Alistar alveg klálega og hérna kemur að Nivea hinum einn. Þetta er erfitt fyrir einmitt Aurora myndi ég að segja sko. Já, ég myndi sko ef það kemur bara annar góður engage jungler hérna vissulega bönnuð Wukong, Pantheon, Jarvan, Malphite. Ég veit ekki hver eiginlega eftir. Bara Mundo, taka Mundo. Já, Mundo reyndar. Nei, Jarvan er tekinn, þeir bönnuð hann. Það ekki? Þetta er Nasus. Þetta er Nasus. Það hafa bullað í okkur.
Nei, Jarvanin Nasus. Jarvan Nasus. Jarvan Nasus. Jarvan Nasus og Nasus Jarvan. Nasus líklega í frumskóginum. Ég allan að... Sko annarkvort Rumble eða Nasus í frumskóginni. Þau geta spila bæði. Já. Ég man ekki eftir að sé Rumble mikið í frumskóginni þetta tímabil. En Nasus, já, ekki heldur svo sem. Þetta bara flex. Hvað ætlaði að gera? Taka Riven. Þetta náttúrulega Nero Special. Þú verður að hugsa, Riven gott val hérna? Kannski ekki, en kann Nero að spila? Þetta óspilalegt. Bara next game, heilaðir þið. Ég veit ekki hvað var í gangi í draftinu. Kannski þetta bara comfort picks, Sivir, Riven. Ég veit ekki með þess að Aurora og Karma Jace, en við vitum það að Sivir og Riven náttúrulega bara pínu comfort pick, en Sivir klárlega gott pick fyrir spil. Já, restin svona, sko, þú ert að sitja upp fyrir poke comp hérna, Jace, Karma. Já. Aurora, Riven ég veit ekki alveg hvað í gangi þar, af því að ég held að þetta verði bara óspilanlegt. Þessi Riven aldrei að fá að hreyfa sig ef að það er Nasus, Anivia, Rumble, Alistar, Varus, þau eru með endalaust að slóum. En þú veist svona með einmitt Riven one-trickana, hérna, þeir vita eitthvað sem við vitum ekki. Já, en þú byrjar að dassinn og þú ert slót, og þú ert slót meira, og þú ert slót meira, og þú ert slót meira. Ef það er ekki Boots og Swiftness leikur á þessa Riven, þá veit ég ekki hvað. En já, við sjáum til hvað gerist. Ég hef litla trú að heilum hér. Bara því miður við langaði að sjá einhvern skemmtilega leik, en ég held að snákarnir hafi verið að taka það frekar illa í hetjuvalinu hér. Við erum allavega að sjá hvernig þetta raða sér hérna. Coney einmitt á Jasonu og við erum með Rumble hérna einmitt í toppagrein á móti þessar Riven. Þetta að fara að vera svolítið skrautlegt einmitt. Við sjáum mér að Nero byrjar á Dorans Blade. Hann ekki trættu við eitthvað Rumble Poke neitt. Það fara bara beinustu leiði að reyna að drepa hann snemma. Já, Sivir tekur heldur ekki þetta Rumble Tech að... Já, hérna kaupa build í haste og... Já, og hlaupa síðan á stað, en... Engin ástæða. Ég hugsa mér að hann vill ekkert berjast við einmitt Riven með Ignite svona snemma. Hann þó líka með Igniteið. Já, hann samt með, hann með reynsið á enu til að svona rétt byrja að póka hann bara út. Já, Ignite kveikja. Það var að minna mig á það. Kveikja. Já, kveikjan. Hvað var aftur Flash? Ég man það aldrei. Leiftra. Leiftra, eða leiftur. Ég hugsa leiftur, galdurinn. En já, við erum að sjá smá breytingu hérna einmitt í þessu season bara að núna ekki teleport einmitt í topp-agreininni, allavega til að byrja með. Nei, það vissulega flestir taka eitthvað annað, svona annan galdur upp á það að þú ferð þennan fjarflutning seinna í leiknum gefins ef þú ert að spila í topp-agrein þegar þú klárar svo kallað questið þitt. Við áttum eftir að finna eitthvað gott íslenskt orðið við það, en já, það þurfa að finna eitthvað. Þannig kemur MIQ á Sæþór hérna aðeins að pota hann hérna niður svo eins og hafa heilaðir góðan tíma hérna í botnagrein. Svo erum við að sjá hérna að save með nota fyrsta pottin sinn og Nero líka. Og hann misti af stóra skósveininum hérna, leiðilegt. Já, en það þessi quest eru frekar sérstök. Ég hef verið að spila pínu tank þegar ég að fara í topp-agrein. Býta aðeins, MIQ orðin mjög láriðna, en hans Sosa einmitt mjög nálægt og þurfa Sæþór og I Hate Supporting passa sér smá. Já, Sæþór var að nota skjöldin sinn. Kemur að Nero beinustu leiði þetta inn, ætla bara að hlaupa inn, en sjá hann að skada og seifi. Var einmitt með passivið sitt uppi. Coney var á svæðinu en var ekki kominn nær líklega að taka niður seifi hérna, ekki með leiftur sitt. Og tekur hann bara niður þægilega, en skósveinur ekki að gefa, en á meðan MIQ kannski bara að detta hérna niður. Nei, hann næra að lifa af. Sæþór hleypir bara undir turnin og dettur niður. Rætt heitir færið hann þá líklegast 2 kill. Nei, Sosa tekur hann I Hate Supporting niður. Ég hefði viljað sjá Sosu nota kúið sitt, stakka bara hana, en það má alltaf ótóa líka. Og góð byrjun fyrir snákana, bæði topp og botn-agrinni. Vissulega fær Coney, 1 tilbaka, en það
ekki mjög mikið. Gæti verið að Daniel the Manual hafi pikkað þessu Roru aðalega til að spila inn í að Nivea. Hún náttúrulega mjög skemmtileg og getur hoppað yfir vegginn bæði með 2 og E og Samt svolítið erfitt að drepa með Salsador hérna á að Niveaunni. Hann líklega bara að fara að vera mjög rólegur hérna. já, en já, maður má aldrei búast við litlu af Aurora þar sem að það er gríðarlegu skaði sem hann gerir, en hérna er Koni mættur aftur topp. Það kemur yfir frá Koni, Seifur að fara að detta niður. Þetta kemur svo passið við, það að passa sig hérna einmitt. Koni aðeins að hjálpa einmitt Nero hérna, þar sem við erum að sjá Nero ekki að vinna einmitt innvíið þarna. Nei. Það er erfitt fyrir hann hérna. Það er kannski aðeins meiri sverð í pokan. Já, fyrir tilbaka hér og ætti að fá, vonandi einhver kaup, en Riven inn í Rumble Early, þetta er bæði svona, svo kallið lane bullies, vilt vera mjög framalega, þú vilt taka bardaga snemma og þú vilt eiginlega íta hinum úr bara akrinni, en það lítur samt út fyrir að Nero sé að gera betur, þar sem hann er með 10 farm upp og bara búinn að falla einu sinni. X-Plus kemur inn í gegn, með einmitt Nimbus Cloak, hoppa bara á Sæþór, ekki mjög mikið samt sem er að fara að gerast líklega. Nei, þetta er að róast hérna aðeins niður á meðan það er engin skóamaður nálægt og þeir vilja bara báðir vera að farma aðeins upp núna og það er það sem að sjá Nero hérna að fara að tekja svolítið lágt niður. Seifur líka komið með últið sitt hérna, en Koni er aftur nálægt. Já, Koni mættur aftur í topp skóginn. Seifur fær ekki að anda hérna ef Koni kemur sem fyrst. Samt hérna klára einmitt grípunar, en býðum á meðan Redside heitir að taka niður Sæþór hérna. Hvað gerðist? Myndavélin ekki alveg með okkur hérna í kvöld, en hérna kemur Koni. Seifur líklegast að fara detta hérna niður, en hann að fara að ná Nero? Nei! Tekið niður, Nero með kveikinn á sér, en það er ekki nóg. En svo erum við að sjá hérna einelti í botnagrein á meðan. Já, þetta er einelti topp og einelti botn hinum megin, en þá er bara spurningin hvor er mikilvægri topp eða botn agrinin. Þetta er, það er búið að vera svona fram og tilbaka af því að topp vissulega, þú kemst í level 20 og er mjög sterkur og gerir það fyrr. Já. Skittan hins vegar, á meðan þú heldur áfram að taka alla þessa skósvinna, þú ert að fá gríðalegt gull og þú getur fengið einu fleiri vopn heldur en allir aðrir leiktum þar sem að skórniðinir eru komið sér stað núna. Já, einmitt. Þannig að þetta er alltaf stóra spurningin hvort áttu að vera fókusa sem skóamaðurinn að vera botn, að hjálpa skittunniðinni eða að vera topp og koma topp agrinniðinni á undan í level 20. Við erum að sjá að þetta að fara að vera lethality hérna, á Redside heitir, svo það að fara að hafa einhver áhrif á hvernig svona setni parti leiksins fer. Ég skil hann bara mjög vel, að fara eitthvað magic on hit hér bara virkar ekki af því að það er enginn að fara að bilda neitt armor í hinliðinu. Nei. Það gæti komið eitt Sonias á þessa Auroru en ég sé ekki mikið meira. Já, og við erum núna að sjá Nero í klandri. Leiftur er ekki komið upp, kemur upp eftir kannski nokkra sekundur, en þarna er Nero, hann nær stönnunin á save, hann blassar þetta í burtu en á endanum að fara að teki niður hérna af Sósu. Sandstór eitthvað hérna að eyðileggja fyrir Koni. Það kemur samt einmitt I hate supporting komin inn á hann. Þetta er bara Sandstór og tekið niður hérna af heilugum. Á endanum. Þannig kemur hann. Koni komið með 4 dráp hérna. Það er orðinn frekar sterkur. En hvað er að fara að gerast hérna? Sæþór leiftar sér í burtu. MAQ að taka svolítið mikið skaða hérna en Alistar. Já, þú getur tekið allavega 4 eða 5 turnaskot með ultiníinu, en Koni ekki að fara að hitta hérna Kuni sínu og Seifur og Sósa hérna eru núna hlaupum. Náðu að taka niður eitt mask hérna, en þetta gæti verið að kosta á hérna. Sósa tekið niður, Seifur hleypur þetta turnin
og nær að lifa þetta af. Sko, leiðin fyrir heilaga til að vinna þennan leik raunin að komast mjög hratt á undan. Þeir eru að gera rétt að ná drekanum. Þeir hreyfðu sig mjög vel á bara kortinu hérna að koma I hate supporting að möðkonum til að hjálpa frekar heldur en að vera að hjálpa Sæþóri, því að Sæþóri eiginlega bara búinn að tapa þessu núna. En vissulega getur alltaf komið sér bara tilbaka með skósvinnum af því að þú ert að fá miklu meira gull bara með því að taka skósvinna, taka þessa turna heldur en þú ert að fá fyrir... MIQ kemur hérna í baki á honum, ekki leiftur í boði fyrir Sæþór. Hann hlýtur að detta niður aftur, svo mikil skaði hjá Redside Hater. Hvaðan kom MIQ þann? Hann var lappaði, hérna er samt núna, Seifur og Nero er að berjast, Kóni samt alltaf á svæðinu. Seifur fær ekki að vera til í þessum leik þrátt fyrir að hafa svo góð innví á móti Nero. Leiðilegt að frumskómaðurinn er til. Já. Og hann er allan að getur orðið pínu pirraður á þessu. Seifur búinn að vera að spila frábærlega inn í Nero en já, Kóni búinn að koma til bjargar. Já, ég held í öll þessi skipti sem að hann hefur fallið. Við erum að sjá mjög mikið af einmitt svona slows í raun hjá snákanir. Iceborne Gauntlet fyrsta valið hjá Sósu á Nasus. Já, af því að þú þurftir meira slow. Þurftir enn meira slow. Ég hugsa bara einmitt handa Redside Hater, hann er alls ekki að fara að missa Q í þessum leik, ég von ekki. Þar sem allir eru að fara að vera með bara 99% slow á sér allan tíman. Já, það er allan að Redside Hater og Sassato líka ættu að vera að hitta sínum skotum. Kóni er að fara að vera í smá klandri hérna, Seifur ætlar að fá smá hérna tilbaka, er það að fara að vera nóg, þetta kemur Nero með risastórt kúb hérna inn í lið hjá þeim, er það að fara að ná meira, ég veit ekki með það, er það mótið hérna tveim, Sarsador er orðið mjög lár, hann þarf að leikta sér í burtu, núna er Nero bara að reyna að hlaupa á Sósu, Sósa tekur hann niðum að lokum. Þetta var mjög vel spilað, næstuði búin að ná tveimana tilbaka. Þetta er akkurat málið, hann er komið með Axiomark sem að gefur honum auka skafa á ultið sitt og... Þetta gefur risakú frá MIQ og annað frá Redside Hater, þeir eru bara að rúlla yfir botnakrina hjá heilugum eins og er. Þetta er svo erfið staða fyrir Sæþór og að hate supporting. Já, Grey Sæþór fær ekki að spila hennar leik, hefur ekki fengið Kóni í botnakrin. Nema akkurat núna Redside Hater. Hann er með leiftur hérna og barrier við að skjöldin sinn. Það var ekki sjens að hann myndi detta hana. En sjáum samt hvernig þetta er í miðinni. Þeir eru einhvern veginn bara ekki partur af leiknum. Nei, þeir... 0-1-1 og 0-0-2. Þá svona líður mér eins og hann Sarsador er að vinna einmitt. Hann hefur aðeins að spila langa leikinn. En ég er samt núna ætlar að vera með í leiknum. Kemur hérna á Nero sem er núna að vera þeginn svo hættulega lágt niður. Nær hérna næstuð í kúnu sem hefði kannski náð seifi niður. En því miður. En núna er einmitt Sarsador búinn að sína sig í topp akrein og hann Eldur er komin upp. Já, Kóni taka hann hérna niður. MIQ ætti ekki að geta gert mikið. þar sem hann er staðsettur og gæti verið í hættu ef hann fer hérna inn, hann gerir það. Bjórir, hann þarf að leifta sér í burtu. Hann kemur svona ulti frá Daniel the Manual sem gerir í raun ekki neitt og þarf hann núna að passa sér svolítið í einvíginu í miðjunni án þetta ult. Já, hann ætlaði að loka hann inni hann að ná slóinu, en þetta er face rush Alistar með Nimbus, Cloak og læti, það er ekki hægt að ná honum. Allt og hraður. Mér er með heal hérna, til að vera enn hraðari. Ég er að sjá hérna mikið af einmitt, svona við erum að sjá Swiftness skóna hérna á Sarsador, við erum að sjá Jómus á Redside Hater, en heyrðu, núna er Sosa hérna að berast hérna við Kóni og Daniel the Manual. Er hann að fara að ná hérna Kóni, gæti verið, er orðið mjög lág. Sosa líka við þurfa að passa sig hérna á því. Sarsador núna er komin inn í liðið hjá þeim, hlýtur að falla niður hérna, einn og yfirgefinn. MIQ samt eitthvað? Nei, það er ekki að fara inn í þetta. Dýrka það að Sosa
skildi hann bara eftir, fór og tók rauða buffið og lappaði bara út. Hann sagði bara, heyrðu, já, þetta búið. Þú bara missir eggið þitt og lífið þitt og ég skal bara fara. Við erum allan að, já, einmitt, Nero þrátt fyrir að hafa ágætlega erfiðan tíma í byrjun, þá hann búinn að vera svona aðeins að hanga allan inn í leiknum með hjálp frá Kony. Og vonandi verður hann að fara að gera eitthvað hérna seinna meir í leiknum. Það mætti halda að þeir væru báðir að hlaupa það niður hérna á topp, 2-5, 2-4. En það segir bara alls ekki söguna það sem þetta búið að vera skóamenninni sem að koma alltaf hérna og enn og aftur. Þetta var reynda geggjað leiftur hjá Stave. Tvö leiftur hérna beinustu leið á Stave, hann tekið niður. MIQ og Sosa mættir, engin annar samt á svæðinu. Þurfa að passa sig hérna á þeim, ekki vera teknir að þeim, en býta aðeins Sosa. Þú getur verið smá vanda hérna að Riven hef komið með ulti sitt og að fara að taka svo mikið skaði, en þetta samt risa mikið af armori hérna á Sosu og þeir eru að fara að vera teknir niður hægt og rólega. Kony þarf hérna að hörfa, Nero hoppar aftur inn, gerir einhvern skaða en það ekki nóg og þarna hann tekið niður. Sæþór kominn til að reyna að gera eitthvað aukalega, en það svo lítill galdraskaði hérna til að taka niður Sosu og hann nær tvífellingu, næstu í þrífellingu. Sæþór nær rétt svo að gera eitthvað á móti, en þetta kemur fjarflutningurinn í gegn frá Seifi. Ætlar hann að hendi últið á Sæþór til að taka niður, hann gerir það! Sko, Sæþór byrjaði kollektor. Ég veit að það eru margir sem að taka ekki kollektor og Sifir. Þetta Sæþór tekkið hérna, kollektor first item, eða fyrsta vopn á Sifir. Og já, ef maður pældi í því, það eina ástæðan af hverju hann náði Nasus þarna. Af því að Nasus var við það að klára síðasta kúið þegar kollektor kom með sitt execute. Einmitt. Við erum að sjá, sko, Sosa að spila svo vel hérna, tekur einmitt bara Frozen Gauntlet og Frozen Heart sem gerir leikinn hjá heilugum svo mikið erfiðara en það þurft að vera. Það svo erfitt að taka niður og þetta bara erfitt. Já, hann þessi svona þetta kjöt sem að þeir þurfa að komast í gegn núna. Nero og næra kom sér eitthvað í burtu, en það á leiðinni Redside Hater sem með ult uppi. Nero bara, hann hoppar inn, ætlar að reyna að taka yngur niður, en hann bara tekinn af Redside Hater. IH Supporting var á leiðinni en aðeins svo seint og turninn fellur. Já, turnin búinn að falla allstaðar. Sastador tekur svo mikið skafra Kony hérna, kom með 2 vopn hérna. Já, sjáum það reyndar að Aurora að reyna að taka bot turnin hinum megin. Þar sem að snákarnir eru komin með fyrstu 3 turnana, alla ytri turna og núna Daniel the Manual nær loksis einum tilbaka. Við erum ekki að sjá of mikinn mun eins og þrátt fyrir að snákarnir að spila svo vel og ég orðin mjög hræddur fyrir framhaldið hérna hjá heilugum. 3500 gull samt munur og við sjáum það sérstaklega í botnangrein þar sem þessi Varus 9700 gegn 6900 gull. Já, meirinn hérna í botnangrein, eða allur munurinn. Við sjáum það að allt annað jafnt eiginlega, það bara botnangrein sem munur. Greið Sæþór hérna búinn að hafa erfiðan leik einmitt. Þarna Daniel Manual núna fara að vera últaðar af Seifi. Hugsanlega nær hann að komast í burtu. Ætlar að últa hérna inn, með IH Supporting hérna með sér, komin hérna til að híla hann og Seifur hlýtur bara detta hérna niður, einn og yfirgefinn. Já, ég veit ekki alveg hvað Seifur var að hugsa, hann var ekki með Vision neinstæðir kringu sig og ekki félaga heldur, en lítur út fyrir að Nero komin hérna á bakvið. Tók hérna fjarflutningin einmitt fyrir drekan og mér sýnist að heila ætla að reyna að spila upp á sál í þessum leik. Komið 2 dreka og Nero í bak. Þarna hann, hoppar hann, beinir sér leið á Redside Hater, starra að blasti burtu, leiftir ekki mikið gegn. MIQ nær risa kúi og Sosa komin inn að gera svo mikið skada á baklínuna hjá þeim. Daniel Manual og IH Supporting að fara að vera teknin mjög lágt niður og hann tvífelling komin Redside Hater og annar dettur niður, 3 dotti niður. Sosa hlýtur að taka niður IH Supporting og bara Nero lifir af þennan bardaga. Skellrún á meðan var að taka miðju turning hjá þeim og þeir tapa þegar þeir fara inn hérna 5 á móti 3. Sassator var
á miðju akrinni og kom pínu seint í hérna inn til að hjálpa Redside Hater losna við Nero. Virkilega vel spila hjá snákunum og þetta það sem held ég bara að fara að klára leikinn. Heilaðir, þið vissulega spiluðu fyrir hlutan vel fyrir utan botnaakrinna og þið voru að gera margt rétt en þeir eru búin að missa öll tök á þessum leik og nú þetta bara leikur fyrir snákana að tapa en mér finnst það eiginlega bara búið að vera svoleiðis síðan hetjuvali var. Núna Seifur þar að leiktra sér í burtu. Maður að sjá mjög mikið skaða einmitt á Seif og Sarsador og Redside Hater. Það aðalega Sosa sem að taka svona engan skaða í raun. En ég hugsa að Heilagir þurfa að reyna að ná einhverju svona, bara einhverjum einum. Sástu hvað gerðist eða? Nei, hvað? Redside Hater ákvað að henda ultinu blind í runnan fyrir fram að sig til að tjekka hvort það væri eitthvað þarna. Hann orðinn mjög viss allan með hann leik. Við erum að sjá hann 8-0 eins og 700 kall á honum. 3,5 vopn á móti 2 vopnum hinum megin hjá Sæþóri. Já, Sæþór greið ekki hans leikur. Þarf einhvern veginn að klóra sig aftur upp. En núna einmitt Baróninn kominn á kortið. Já, Baróninn mætir á 20. mínútu núna, gefur þér samt ekki jafn mikið og gerði síðasta tímabil og erfitt að nota fyrsta Baróninn til að klára nema þegar þú ert akkurat svona langt á undan. Þeir ákvaða að fara burt, þeir voru vissulega bara 2 á honum. Redside Hater var að bíða eftir einhverju tækifæri hérna. Hann vissulega ekki komið með ulti sitt, þannig að lítið sem hann gæti kannski gert einn ef hann myndi lenda einn á móti einum. Einmitt, við erum núna að sjá bara, þeir eru aðeins að hægja á leiknum þangað til að einmitt Heilagir gera ykkur mistök. Kóni hérna gæti verið náður hérna af MIQ, komin inn í baklínuna, þurfa að leikta sér í burtu. Nero núna að leita ykkur tilbaka en snákarnir eru nú þegar út í leið. Seifur, Redside Hater, báðir búin að nota ultinn, þannig að það allavega meiri möguleiki til að komast inn núna en Kóni og Sæþór núna búin að missa smá líf. Þeir eru bara ekki með neitt til að stíga upp. Þessi varir sé bara að breyta þá niður strax og þau stíga eitthvað upp. Erum við ágætt pot hérna á þá með Karma og Jace en á meðan Sarsador bara að taka fleiri turna. Já, við erum einmitt að sjá hérna Sarsador bara í botnakreininni að berja turnana og það enginn að svara honum. Þetta svolítið svekkjandi hérna fyrir heila. Ég held að þeir þellið að bara vera svoleiðis að ef þeir tapa þessu Baron þá þessi leikur búinn fyrir þá. Þannig að þeir frekar taka sénsinn á að reyna að finna eitthvað hérna í kringu Baroninn og hérna Nero mættu fyrir aftan. Eitthvað að reyna að komast einmitt á Redside Hater en málið bara Sosa orðinn svo sterkur og þú ert ekkert að fara að sprengja hann upp strax með einhverju rifven. Seifur núna ná seinni turninum hérna í toppakrein. Já, innri turnin að falla hjá heilugum allstaðar núna. Við erum að tala það að þeir eru komið 6 á móti einum turni og eina sem í betri stöðu fyrir heilaga eru þessi drekar. Það eru 2 drekar gegn einum. Einmitt. Og þegar líður á leikinn þá býst maður nú við að snákarnir fái bara næsta dreka ef þeir eru að spila eins og þeir eru að gera. En tíminn má nú segja það. Ég núna komin 8.000 nánast í mun. Og það frekar dýrt. 4 vopn á Redside Hater. Já. Á móti 2. Það kemur pínu óvart að Hate Supporting með hérna Echoes og Hylia en þá byrjar bardaginn. Risabardaginn Nero bara sprengtur upp á Kóni, hlýtur að vera næstur hérna, eru bara alveg inn í liðinu hjá snákunum. Hérna kemur samt höfandafið hjá MIQ en hann blastar hérna inn til að gera upp fyrir mistökin sín og Kóni tekið niður. Hérna kemur Q frá Sarsa en það ekki að fara að ná að Hate Supporting. En þetta svona 2 teknir niður og eitt af sterkari leikmönnum hjá heilugum. Og þetta að fara að vera mjög dýrt. Já, algjörlega og Sosa ekki ræddur þó hann sé ekki með mikið Magic Resist þá hann vissulega komið með Spirit Visit sem hann gefur honum smá og ég ætla að tala það að kemur á óvart að
I Hate Supporting hefur ekki farið nýja mana-itemið með Echoes og Hylia fyrst að hann fer þá leið. Þar sem að Diadem of Songs heitir nýja mana-itemið og gefið þér healing based á mana-henniðinu og Echoes og Hylia virka vel með því af því að ef þú ert að gera skada þá ert að heala vinninn sem að lægstur og þú getur bæði verið náttúrulega að heala og skjölda og gera damage sem karma, þannig að ég hefði allan að gert það sjálfur. Núna samt Kóni bara að lappa inn í 3 meðlimi hjá snákunum sem voru að taka niður baróninn. Nero kemur hérna aðeins of seint hérna og leiftar sér beinustu leið on a save sem ekki að taka nóg mikið skada hérna frá honum og leiftar sér bara í burtu. Það aldrei að fara að vera nóg gott hérna. Nero reynir sitt best að gera einhvern skada hérna á liðið þeirra en á meðan Sosa bara að hlaupa niður með Daniel Manuel og þeir taka niður þá, hann það sem þeir þurftu smá gull tilbaka. MQ núna eitthvað tekið niður en Nero næstur, hann ekki með risa ult frá seifi til að klára bardagan. Tvífelling fyrir Red Side Hater og save og þetta hlýtur að vera leikur. Já, þetta ætti að vera leikurinn, virkilega vel spilað hjá snákunum hana í síðasta bardaganum og þetta pínu það sem ég var að búast við frá þessum leik. Ég var vissulega ekki að búast við þessu í botn-agrinni. Það tekið fyrir eitthvað hart en Kóni eyddi öllum sínum tíma í topp-agrein og Sæþór því miður fekk ekkert í þessum leik. Við sjáum það 14.700 á móti 10.000 skull, 10.800, 4.000 króna munur á milli skiptana. Snákarnir líka að taka hérna, ætla ekki að óvart henda leiknum hérna í lokin þar sem þeir enda ekki ákveða bara að þeir eru það mikið yfir þeir ná að gera það aftur. Kemur pínu óvart að Red Side Hater ákveður ekki að fara tilbaka áður að taka drekkan. Sjáum það að þeir eru 3 mættir aftur, Sastator telur sig ekki þurfa að fara aftur tilbaka. Þannig að Red Side Hater að fara að mæta frekar seint inn í þetta með þeim. Hefðu geta gert það betur en þeir eru svo sem komnir á þann stað að það ætti ekki að skipta máli þótt þeir séu 4 á móti 5. Þeir eru bara orðnir það sterkir. Sjáum það 12.000 króna munur á þessum liðum. Þetta, kemur hérna hægt og rólega Sasator að íta inn super minions hérna í botn-agrein ofur skósvinnuna. Skada Sæþór núna. Hann kemur risa ult en ekki nóg, þeir ætla bara að taka þá svona, undir alveg innstu hurdana þeirra og sjá einmitt þetta pot frá Red Side Hater bara meira heldur en einmitt allt liðið hjá heilugum og núna hlýtur leikurinn að fara að enda nema Nero gerir eitthvað, klikka hérna í baklínuna, bara tekið niður strax. Erfitt að vera hann hérna þar sem ulti kemur frá Varus og stoppar hann í sporum sínum. Og þetta hlýtur á endanum vera leikur. Við erum að sjá hérna fallbyssu skósverðina hamra hérna á turnin hægt og rólega og heilagir eru hreinlega að kafna hérna í lokin. Kóni að reyna að taka niður Red Side Hater en nær því ekki. Og við erum að sjá hérna leikinn fyrir snákana. Eins og ég sagði í byrjun, ég taldi þetta vera óspilanlegu leikur fyrir Riven og hann endaði á því að vera óspilanlegu leikur. Hann fekk endalaust aðstoð frá sér Jace og Kóni spilaði þetta mjög vel snemma. Kom mikið topp, ætlaði að reyna að hjálpa þessari Riven. En vandamálið var, Riven var aldrei að fara að geta spilað þetta leik, sama hvernig þetta fór. Erfitt hérna hjá þeim þar sem, þetta var bara ekki hetjunar sem pössuðu einmitt inn í þetta. Við vorum að sjá Nasus og Sosu bara svolítið eyðileggja allt. Þeir voru bara með Aurora og Karma sem galdraskaðinn og hann tók bara, byrjaði á einmitt Frozen fyrst og hérna Frozen Heart og Iceborne Gauntlet. Iceborne Gauntlet og gerðu bara mjög lítið við hann einmitt. Það mjög erfitt að komast í gegnum það tvennt og þetta var
Þeir þurfa allan að virkilega að skoða hetjuvalið sitt núna. Það er alltaf lægi að fara á hetjur sem þið finnst þægilegt að spila og þú ert vanur að spila mest. En þú verður þá að passa upp á að hitliðið sé ekki að velja akkurat það sem að virkar á móti því. Og það er bara akkurat það sem Snákarnir gerðu hér í fyrsta leik og þeir kunna virkilega að spila mjög margar hetjur. Þannig ég er pínu hræddur fyrir heila þegar við höldum hérna áfram á eftir. Einmitt, en við ætlum þá að bara henda okkur í örstutta auglýsingu, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin tilbaka, við erum bráðlega að fara að detta inn í hetjuval seinni leik kvöldsins. Við erum núna, horfa á erfiðan bardaginn að handa heilum núna. Já, skemmtilegt að segja seinni leik kvöldsins, þú er eiginlega bara búinn að ákveða að snákarnir séu að fara að taka þetta. Það er ekkert annar leikur kvöldsins, það er bara seinni leikurinn. Nei, snákarnir algjörlega rúllið yfir heila hér og það er allavega mjög erfitt fyrir þá held ég að koma tilbaka. Þeir þurfa allavega virkilega að breyta hetjuvalinu. Hringinn í Lothar Thones þjálfarann bara, hefur ekki að fá þig snöggast inn í hetjuval með okkur. Þú reddaðir Lothar Thones það vel að þeir unnu 4 sigra, skilur, getur ekki reddað okkur á móti besta liðinu í Íslandi, eða? Ég vill allavega sjá eitthvað annað núna. Ég var náttúrulega að hugsa, þeir voru að taka hetjur sem þeim líður vel á og þeir kannski voru ekkert endilega að pæla í ykkur öðru. Það bara, ég kann Riven inn í Rumble matchupið, tökum það. Bara, Sifir náttúrulega mér. Og þetta er svona, þeir þurfa aðeins að horfa á þetta í heild sinni, hugsa, erum við með aðeins og lítið að galdraskaða? Eigum við að taka kannski eitthvað meira í miðjuna? Kannski einmitt að vanta því svona, eins og þú sagðir, eitthvað kjöt sem fer inn, einhver orn kannski, skriðdreka. Ég hefði akkurat hugsað, orn eða Sion eða eitthvað svona topp. Hreinlega, mátti vera tjókað eða bara Nasus, vegna, þarna megin. Og síðan akkurat í miðjunni, ég talaði Asir, ég taldi hann vera góður og ég tel hann ennþá hafa verið góðan inn í þetta í staðinn fyrir Aurora. Þú talaði að hafa tekið bara frekara Nivea til dæmis af þeim og það hefði líka verið frábært val, heilaðir hefði getið nýtt það vel held ég. Þannig að það er allavega, þetta byrjaði ágætlega, þeir settu upp þetta pókkomp og síðan fóruð þeir bara hendiði út og glugga með þessu síðustu tveim. Já, þetta er svolítið hrundi í seinni helmingin á valinu og þeir kannski áttuðu sig á því einmitt í þessum leik að þetta var svolítið svona 2 hugmyndir sem fóru ekki mjög vel saman einmitt. Voru með einmitt Riven og svo Aurora. Kannski ekki að fara að vera mjög mikið með einmitt þessu pókliði sem við voru með. En við þurfum bara að sjá. En núna er einmitt þessir svona komfort hetjur hjá þeim ekki lengur í boði. Einmitt með Fearless draftið þá núna er engin Riven, núna er engin Sivir. Hvað eru þeir að fara að taka? Það er náttúrulega nóg til í allan á botnaangrinnin fyrir Sæþór. Hann spilar mikið Caitlyn, Jhin, eitthvað svona sem er með meira range og reyndar þá kannski aðeins minna að koma sér inn eða út eins og Sivir er. En síðan er náttúrulega mjög mikið í boði í topp agrein og pick sem kom ekki þarna í gegn en er mjög mikið tekið Ambessa til dæmis. Já. Ég væri til í að sjá það hjá bara öðru liðinu. K'Sante líka, þessi 2 þetta eru það sterkar hetjur, það gera það mikið. Þú vilt eiginlega alltaf hafa möguleikan að geta tekið þetta fyrir liðitt og síðan eitthvað þessu klassísk Renekton til dæmis er alltaf mjög góður inn í Ambessa líka til dæmis og meira og meira til en ég veit ekki nákvæmlega hvað hann er að spila fyrir utan akkurat þessa Riven. Þú kíktir eitthvað á solo queue sögun hans? Já, ég sá einmitt, hann er búinn að vera að taka mjög mikið af Sahin leikjum. Það er eitthvað sem hann hefur verið að spila núna allavega þetta tímabil. Ég man eftir allavega svona, aftur í tíma þá var hann að taka alveg Renekton líka. Hann líka Camille. Svo þetta er mikið í boði alveg handunum. Hann er alls ekki Riven one trick. Þrátt fyrir að þetta er svona mest spilaði hetjan hans í gegnum tíðina. Það er að fara að vera eitthvað svona, allavega svona fighter, einhver sem gerir mikið skaða og ekki endilega kannski eitthvað sé sko. Nei, en Sahin er mjög sterkur og við sáum það í fyrstu vikunni að Sahin vann leik 1-9. Það var of mikið fyrir Grey Batta í topp agrin að spila móti þessari hetju. Sahin er mjög sterkur, akkurat önnur mjög nýlega hetja. Við erum að fá mjög marga svona stórar hetjur alltaf í topp agrin, allar þessar nýju hetjur sem eru að koma inn. Við höfum séð Sahin aðeins í
skóginum líka, en mun meira í toppakrein, þar sem hann getur nýtt líka level 20, hann mjög sterkur og bara skaðinn sem að hann fær með þessu passivi sínu of mikið fyrir flesta og það ekki margir sem að ná einhvern veginn að taka niður áður en hann kemst upp í þetta og þú þarft að geta spilað akkurat. Það til dæmis eitthvað sem að Jace getur dílað við frekar vel af því að þú pókar hann út, þú hoppar inn, þú lemur hann burt, ferð aftur tilbaka og síðan kemur hann aftur inn. Þannig að Shaheen aldrei að ná passivunni sínu upp en það verður gaman að sjá hvort að hann dregur það út núna eða hvort að það verður hreinlega bannað. Það gæti verið að snákarnir haldi bara áfram samt að banna alla þessar skógarmenn. Já, virkaði vel. Já, virkaði vel. Þetta var samt, ég taldi hann að Jace ekkert vera að slæma. Nei, alls ekki. Þetta var svona, og meiri sé að taka hennan Jace í þessum leik þrátt fyrir að tapa. Núna það ekki boði handa snákunum. Seifur mjög góður Jace spilari. Fínt bara að þetta ekki boði handunum núna. Þurfum ekki að pæla í því. Og ég hugsa að það ekki gaman að vera mútið Jace í toppakrinni mitt fyrir svona flestar hetjur, sko. Nei, það mjög erfitt að spila inn í Jace. Ekki margar hetjur sem að geta díla við hann vel og sérstaklega ef að leikmaðurinn sem að að spila hetjuna mjög góðir á honum og það akkurat einhver eins og Seifur. Já, Seifur klárlega eitt af svona bestu spilurum bara landsins, og ég ætla ekki að gleysa hann einmitt of mikið, þannig að hann var einmitt að vinna seinustu deild, þó í miðjunni, en hann var alltaf í toppakerinni, svo núna hann einmitt svona, allavega á heimaslóðum, hann hefur auðvitað verið mjög mikið í gegnum tíðina, en það gaman að sjá hvað verður spilað. Ein hetja sem ég vil nefna, Nero tók Viktor Top, finnst þið það skemmtilegt? Það geti passað inn í eitthvað lið? Það passað betur en á hann. Ef hann lendir í því að þurfa að spila móti einhvern svona reynstopp, hreinlega eins og Jace, Viktor ekki allt of slæmur inn í Jace. Þú þarft að spila, þú þarft að passa þig mjög mikið, þú þarft að spila mjög mikið í kringum skósvinnina, þannig að Jace fá ekki bara hreint kú inn í þig og getur bara hoppa beint á þig. En þú getur notað þetta svona, ég veit ekki hvað þetta svona rafmagnsvið til að stoppa, það tvöfaldsvafi til að stoppa hann og þú situr það í rauninni bara beint ofan á þig þegar hann ætlar að fara að hoppa inn. Þannig að Viktor alveg gott pick og hann getur alveg díla við Jace early, en þú veist, síðan við að fara að tala að hann náttúrulega ekki að fara að spila á móti Jace top núna. Einmitt. Þannig að ég veit ekki á móti hverjum það væri. Einmitt, við hann náttúrulega mikið af einmitt svona reynst toppakreina köllumanna sem hann Seifur getur alveg spila. Já, Heilaðir velja Red Side, ég man ekki, þeir völdu Red Side líka í fyrsta leik. Það sem sagt sá sem fyrir ofan hérna á Challenge Mode síðunum minni, þá fá þeir að velja hvor meginn þeir byrja og þeir velja rauðu hliðina báðum leikjum. Það Jarvan, bann aftur, þeir vilja ekkert sjá Kóni á sínum uppáhalds hetjum greinlega, þó ég þekki ekkert hvað Kóni spilar, þá bara býst ég við að snákarnir viti það. Ég held að einmitt Kóni var að spila mjög mikið í seinustu deild, Jarvan og Wukong og Pantheon, svona þessi sem allir spiluðu. Það ennþá í gangi, sýnist mér, Jarvan og Wukong og Pantheon. Þetta ennþá mjög sterkar hetjur sem bara virka mjög vel einmitt í flestum liðum. Já. Gott að hafa þessar hetjur. Sko, þetta mér finnst það ekki verið jafn sterkar núna að þau voru. Þetta ekki jafn mikið bara tekið, Jarvan var náttúrulega bara átt að fara í gröfinni hana eftir 2 nörs í röð eða eitthvað svoleiðis. Wukong tók síðan einhvern veginn bara við sem þessi gríðarlegi skógarmaður. En það, á sama tíma, mér finnst einhvern veginn þeir ekki hafa fengið neitt af þessum nýju vopnum til sín. Og það einhvern veginn vantaði líka bara ekkert upp á það, þeir gátu farið alls konar leiðir að þessum vopnum, þannig að það nóg af öðrum skógarmönnum. Ég aðalega að horfa á Diana, búin að vera mjög sterk. Malphite var reyndar settur í gröfina í skógarmanninum líka, þó hann hafi verið mjög skemmtilegur í skógarmannin núna í byrjun tímabilsins, þá hann aðalega sterkur í toppakri núna. Samt held ég að nerfa hann ennþá meira. Ég
man ekki hvernig það var og við erum allan að sjá bara nákvæmlega sumu bönn og við sáum á hann, þeir ætla bara að reyna aftur. Já, við önnur svona hetja sem ég hef verið að sjá Aatrox einmitt í hérna frumskóginum, eitthvað verið spilað. Er það að fara að koma inn út? Eru að fara að sjá eitthvað þessum liðum, kannski taka hann upp? Sko það aðalega, ég hef aðalega séð Aatrox verið tekinn ef það einhver svona meira tank í hinnu skógamannastöðinni. Aðalega Mundo, Aatrox mjög góður inn í Mundoinn í skóginum, Sejuani, Aatroxin getur verið mjög fínn inn í það líka og Ambessa tekinn út, var það ekki það sama á síðast? Ég manna ekki heldur. Ég man bara eftir Seiko og Malphite. Það svona klassískt eitthvað, taka þetta af þeim og passa að Sosa fari ekki á sína uppáhaldssetju. Hvað að fara að vera hérna? Fyrsta val, þetta var varu seinast, ekki boðið? Ég býst alveg við Junuru til dæmis, annar bara sterk skitta, Sion. Sion fyrsta val, Sion ekki ennþá bara Sion ennþá bara fáránlega góður. Það hefur ekkert breyst. Nei. Sion líklega að fara í topp en Já, það sko við sjáum ekki Sion jafn mikið í skógarstöðinni eins og við sáum hann þegar hann fékk hérna skógarbuffin sem átt að hleypa honum inn í skóginn. En Mundo tekinn á móti, mér finnst líklega að hann fari í skógarstöðina. Þannig að það gæti hreinlega verið að Aatroxin komi hinum megin ef að Sosa vill pikka það upp. Við erum alltaf að sjá aðeins svona meiri skriðdreka núna. Við erum að sjá Sion og Mundo bara strax í byrjun, þetta allt annað hetjuvald. Vonandi þeir að fara eitthvað að spila svona meira kannski standard, þetta var svolítið öðruvísi hjá heilugum. Já, þetta var allavega til að byrja með var það náttúrulega frekar standa poke-comp en Orianna kemur inn með Mundoinum. Mundo á náttúrulega almennt frekar auðvelt að hlaupa bara inn í hitt liðið, þannig að Ori bolti og Mundo ofta ekki slæm hugmynd. Nei, við erum búin að vera að sjá líka mikið af Mundo og vera að spila bara meiri sér, við höfum til Worlds og þetta tímabil í svona út í heimi. Já. Þetta eitt af svona stærri völunum fyrir frumskóginn. Já, nefnilega þarna kemur akkurat það sem ég var að tala Junara, einn sterkasta svona skittan þetta tímabil. Gunni, góður félagi minn, var að senda mér bara klippu af sér að one-shotta allt liðið á þessari hetju. Þannig að ég veit það að þessi hetja búin að vera aðeins svo sterk þetta tímabil og ég held að það heldi áfram hér og ef að Red Side heitir verður jafn sterkur á hann þá gæti hann bara verið 1/9 hérna sko. Þarf að passa allavega upp á það núna hjá Sæþóri og I Hate Supporting en þarna Jax valið að koma í gegn, þetta var einmitt bannað í seinasta leik í seinni partinn. Þetta gæti þýtt að einmitt Sion fer í frumskóginn. Já, ég veit ekki hvor mér langar frekar að fara í frumskóginn og hvor mér langar frekar að hafa í toppakrein. Þeir geta báðir farið í frumskóginn. Sko Jax í toppakrein akkurat meira í því að vera þá bara einn í toppakrein allan tíman. Hann að hamra á þessa turna og ekki það sem að ég tel Sæþór vera bestan á en klálega eitthvað sem ég hef síðan spila og inn í Junara, ég veit ekki, mér líður eins og sé ekki að fara að njóta sín hana. Nei, ég hugsaði einmitt, þú veist að tala að hann eitthvað að spila Caitlyn, það eitthvað sem ég hef séð allavega svona á þessu tímabili að spila. Hefði kannski viljað sjá eitthvað í þá áttina? Já, allavega eitthvað annað, mér líður eins og sé líka bara ekki að fara að gera mikið inn í þetta lið. Vissulega ef að Sion kemst ekki á hana með ulti eða eitthvað svoleiðis eða Jax næri ekki að hoppa á hann eða eitthvað, þá getur hann alltaf haldið hann bara frá sér allan tíman. Braum mjög þekktur fyrir að spila með Junuru í botnakrinninni. Einhver fleiri eins og Lulu líka, mjög sterk með Junuru. Taka þetta út örugglega bara Lulu þá líka, hann MIQ var með þetta hérna í solo queue og
Og auðvitað, Lulu. Og Þetta ekki spila Lulu. já, ég held að þeir séu líka bara að fara að negla á aðstofamannastöðuna báði megin þar sem að frekar örugt Poppy, Hugsanlega bara taka þetta það er burtu. þá frekar af topp akrin heldur en aðstofamannastöðunni finnst mér. Já, hugsa Eða, ég veit ekki alveg með þetta Poppy. fínt hérna að taka Poppy í burtu þar sem þeir eru með svona að hoppa inn, engage, Jackson er með QE-ið sitt, Poppy myndi svolítið komið vekk fyrir það. Já, Þeir hljóta fara þá í meira eitthvað svona dash hetjur hérna hjá einmitt snákonum en sjá svo blitzkrank einmitt. já, ég var ekki alveg að búast við blitzcrank-banninu, klálega eitthvað sem að þeir treysta sér ekki í. Og já, Ori og Ash eru náttúrulega ekki mjög hreyfanlegar hetjur, þannig að það er erfitt að koma sér frá þessu blitzcrank-hooki ef hann kemst í það. Já, eru við að fara að sjá kannski bara Lulu vali þetta hjá heilugum ef hún er opin? Það væri svona ekkert eitthvað maður að búast við en þá eru snákanir alveg líklegast að fara að fá þessa Lulu þægilega. Já, Lulu og síðan bara hreinlega eins og Miljó eða eitthvað líka Já, gengur. Eitthvað svona enchanter fyrsta brom er farin, mér finnst allan að líklega að þeir fari eitthvað svoleiðis, þeir eru með gott engage í Sion Jax og líður eins og þeir þurfi ekki meira af einhverju svona algjöru kjöti hérna fremst með þessu aðstofamannastöðu Serafín. Ok, þetta er reyndar eitthvað sem að sko, þú slóar þú hægir á þeim með Ash og þú færð þá bara rútið alltaf, já, það er vissulega rút með Serafín, þannig að þetta er pínu einfalt kombo til að spila og getur verið mjög leiðilegt að spila á móti í akkurat akrinni, en þá er spurning hvort að Sosa sé bara ekki aftur mjög duglegur að mæta í botnakarein. Það gæti verið. Bard, hérna, er þetta bara að vera fyrir valinu? Já, þið ætla aðeins að spila öðruvísi leik, við vorum að hugsa Miljó og Lulu, en þetta er bara upp á gamanið. Já, upp á gamanið og ekki upp á gamanið. Bard er náttúrulega mjög sterk hetja. Já, og getur verið, já, sérstaklega þegar þú ert að hreyfa þig svona mikið, getur verið stórhættuleg. Þeir telja, það er náttúrulega hundleiðilegt fyrir Júniöru að spila hana inn í Serafín Ash, en það er spurning hvort þeir séu virkilega með svona, kill potentialið. Sahín tekin hérna. Hvað er að fara hvert? Við erum að sjá Sahín, Jax, Sion. Núna þarf maður bara að velja hvert og hvert. Þeir eru líka ekki með neitt galdraskaða, þannig að Mundo fer bara full magic resist, eða ekki? Full armor. Já, full armor segi ég. Og já, full magic resist í eigana galdraska. Og fá einn hérna Rammus í skóginn og setja Mundo topp. Já, ég hugsaði það. Nei, Nero, þetta er, mér minnir að Nero spilar að Kali alveg líka. Alltaf eitthvað svona flashy hetjur hérna hjá honum. En við erum samt sko, ég hefði viljað Rammus. Það hefði verið gaman sko. Bara beinustu leið. Já. Í svona, því að ég hugsa einmitt að eina vandamálið náttúrulega við Rammus er að þeim vantar kannski smá skada inn í Sion, Jax, Sahín. Akali klálega eitthvað sem á að geta díla við Sahín akkurat. Sahín á pínu erfitt að halda passivinu sinu uppi. Þar sem að Akali getur komist í sitt mist, horfið og shoutout mist og hérna og haldið sér svona pínu frá honum, hoppað inn og klálega eitthvað sem að Nero hefur þá líklega spilað, en þá er spurningin, er þessi Sahín að fara í topp akrinna? Ég er ekkert viss. Þetta er kannski Sion mid. Gæti alveg verið. Sahín er kannski topp og þá Jax í einmitt förmskóinum. Sion mid hefur oft verið spilað bara svona til að vera hana, ekkert eitthvað svona. Sko að finna við að þeir gætu skiptu þessu hvernig sem er og þetta myndi virka. Af því að Sahín getur alveg spilað, ég hef séð Sahín mid spilað alveg ágætlega mikið, aðalega af því að hann getur hoppað inn og dregið tilbaka og það er til dæmis eitthvað gott strax og Orianna klárar tvöfalloffið sitt,
hún er ekki með movement speedið, þá bara hoppar inn, dregur hann inn og síðan lefur hann upp og Jackson klálega eitthvað sem hann getur bara hoppað á þessu Ori líka. Sioninn á erfiðar að komast on á Ori en Ori er aldrei að fara að drepa hann. Ég hef líka hugsað að Jackson alltaf, svona, gegnum tíðina, AP, galdra... Já, það gæti náttúrulega verið, já, ég er náttúrulega, það er mjög líklega og sérstaklega með nýja vopninu Dusk and Dawn. Klálega sterkt vopn á Jax, þar sem hann fær akkurat þetta 3 hit passive sem að, já, þessir League of Legends game designers elska. Það er svo gaman, beint að líka á turnana. Já, það bætt við að turna það líka, af hverju ekki? Gefa öllum 3 hitta passive. Það er svo gaman þegar maður næri með þetta að berja ykkur 3 svar. Já. Og núna þarfst að gera það einu sinni ef þú tekur 2 rétt vopn. Þá þarfstu bara að nota 1 ability og þá allt í einu færðu þetta 3 hitta passive í einu hitti. Það er gaman. En, já. Meira svona frá Riot. Auðvitað. Dusk and Dawn, Sonias og síðan bara eitthvað svona galdaraskaði fyrir hann að Jax og hann er að fara að gera mjög mikið og já, ég læriði reyndar eitt nýtt skemmtilegt. Ég hef nú spilað Jax eitthvað í gegnum tíðinni. Ég hef reyndar aðalega að spila hann bara þá með ekki galdaraskaða. Já. Bara þetta klassíska svona fighter Jax og ég var að læra það að því fleira sem hann blokkar með einu, því meira skaða gerir hann þegar hann notar það. Og það er trikkið á bakvið galdaraskaða Jackson. Það er það að hann kemur inn í skósvinnana, lætur þá ráðast á sig á meðan hann er að snúa stafnum, hoppa síðan inn og þá er hann að fara að gera fáránlega skaða. Ég held að scalingið einmitt á AP-inu er einmitt fer eftir hversu mikið það er barið hann. Ég held að þetta var ekki alltaf svona. Mér minnir að þetta var breytt með þegar hann var svona reworkaður, það bætti á útið hans og svona gefa honum einleikan að veiða í ánni. Skemmtilegasta bara passive ever sko. Ég vona snákanir mitt geri það til að fá svona auka 5 gull svona í byrjun leiksins. Þetta er náttúrulega alveg kannski nærða að bakka þá svona sekundu fyrr. Já. Eða úr góður í þessu. En já, við erum allavega að sjá svolítið svona skemmtilegri lið. Núna sé ég alveg báðu megin, það gæti farið til beggja liða, allavega. Það fer eftir hversu góður MIQ er á Bard. Já. Ef þetta er Keria Bard, þá getum við alveg bara fara heim núna, sko. Þá, þú veist, ef að Keria væri að spila á þessi Bard, þá skiptir ekki máli hvað liðið hans er að gera, sko. Nei, kannski fyrir bara í röldan MIQ, en við ætlum að hoppa inn í leikinn. Kannski er MIQ bara með Keria í eiranu. Já, geti verið. Kann hann ekki kórisku eða? En við erum að sjá, einmitt, Sarsador á Sion Mid, sem, ég var svona í raun svolítið að búast við þessu. Þar sem Sarsador er svolítið, spila bara eitthvað í raun, þar sem hann er ekki venjulega í miðjunni. En býtu, Seifur, hann er leiftrið frá Kóni. Þetta er gott, við sjáum hérna einmitt, það var pása í byrjun og þess vegna... Já, smá technical pása, þess vegna voru aðeins lengur að koma okkur inn í leikinn, en mér finnst það bara gaman, við vorum að tala nóg og sko, Sion inn í Orianna. Orianna er klálega að fara að reyna að leika sér hérna eins og við sjáum, hann stígur langt upp og eitthvað, en hann er aldrei að fara að ná að drepa hann. Nei, maður myndi að hann búið því, Seifur hérna, hoppar inn, Nero er bara að skiptast á höggum hérna. Vert að athuga, Seifur ætlar að taka hérna fjarflutningsgaldurinn hérna. Annarkort er hann að, ég hugsa að hann er að gera þetta fyrir skjöldin setna meir, ætlar að reyna að gera eitthvað svona stór leys hérna í setjipart leiksins. Já. Líka þægilegt bara svona vera með teleport svona í byrjun, sko. Já, ég tel að meira kannski bara það að hann veit hvað Akali getur verið sterk akkurat svona snemma. Seifur ætlar að berja hérna, en þetta er skaðinn. Já,
Nero getur nefnilega gert mjög mikið skaða hennar snemma. Seifur vissulega hefur kúið til að hýla sig aftur upp og það er ekkert endilega nóg. Nei, við erum að sjá að pottur núna notaður hjá báðum í toppakrinni og Seifur að fara að vera tekið niður bara, með leiftrið, það kemur í gegn en Nero líka og þarna fyrsta blóð komið á borðið og heila núna aðeins yfir í byrjun með þessu drápi. Nero allavega mjög sáttur með sjálfa sig núna að þurfa ekki Kóni til að bjarga sér strax. Var einmitt á móti Red Bull, það var erfitt. Já, það aðeins, sko, Sahin ekkert skemmtilegri til að spila á móti, eins og sér hann mættur aftur eftir fjarflutning og já. Þarna þetta, kannski var þetta ekki það vont hérna hjá Seifi. Ég held ekki. Nero núna í ótrúlega vandamálum af því að Sosa mættur, sýnir sig. Með hérna og þarna hann bara tekið niður, ekki mikið. Sosa samt deyr fyrir vikið en það ekki neitt. Turnin tekur hann niður. Vont fyrir Nero, hann hafi ekki náð kúinu þannig áður en hann fellur. En þetta einmitt fjarflutningurinn núna að gera góða hluti fyrir Seif og komin allavega smá yfirjafnvel svona í gullinu. Ég að spá í hvað Kóni, hvernig hann að labba. Hann byrjaði toppmegin hjá sér, kláraði síðan froskinn síðast og mætti síðan á Sköddul í efri river. Ekki gamla góða máltækið hann Mundo fer sem Mundo langar? Jú, hann náði samt sko, hann komið með 2 Rubik Kristals. Hann hefur bara verið það snöggur með þetta að hann var kominn sko bakkar nær efri Sköddul og búið með hann áður en að steinarnir koma aftur. Vá, hvað hann hraður að þessu. Mundo, náttúrulega eitt af þessum topp-völum hérna í skóginum. Svo maður ætti að kannski að búast við. Passa sig á Mundo. Og Nero tekur hérna turnaskot sem svolítið erfitt. Þannig hann hendur upp í loftið og núna Seifur að berjast hérna við hann. Að býja eftir einhverju en ekkert að bildi komið upp. Já, það sem að bjarga Nero hérna það að Sahin með frekar hákúldans til að byrja með á flestu og já, það vissulega lækkar mjög hratt það sem að þessi hetja elskar að bilda eitthvað sem að gefur honum minni tíma til að fá þetta aftur upp. Seifur með mjög góða skipting á höggum hérna, vinnur einfaldlega hérna þrátt fyrir að mistið þarna kom út. Og þetta bara, hann hleypir þetta inn Nero, heldur hann getur gert svo mikið skaða en það rétt og Nero spilar æðislega hérna. Últið uppi, kemur í burtu og lifir af. Þetta var ég ekki að búast við, að Kali leynir á sig skaða og meðan Kóni hann að taka drekan. Búin að sýna sig svolítið þar að taka dreka snemma. Við erum að tala það, hann að fara að ná þessum froski, bakka og hann fer bara á redd þegar það kemur upp. Við sér það, Sosa að kíkja af því að hann heldur að Mundo hafi ekki haft þennan tíma. Einmitt, og hann kemur últi hérna beint á Daniel. The Manual ekki nóg. Nei, hann hættir últinu snemma upp á það að fá ekki bara 2-3 turnanskot á sig strax. Og hann var, Daniel the Manual var komið nógu langt undir. Þetta rétt að heitir smá í vanda. MQ kemur hérna og notar healið. I hate supporting núna í smá vanda. Sæþór reynir að gera ekkert á móti, reynir að bjarga I hate supporting. MQ núna orðið mjög lár, rútið, það no Sæþór? Allt annað leikur hjá kallinum. Þarfst að passa sig samt. Já, frábært fyrir heilaðir að byrja hérna vel bæði topp og botn akrein. Og Sarsa núna í vandamáli Daniel the Manual. Þú ætti aldrei að deyja sem Sion hérna. Þar sem það nota leiftrið sitt. Já, hann tók 2 turnanskot á hann og var ekki búinn að bakka. Seifur þarf að passa sig. Hann svo hraður hérna? Og hoppa bara yfir vegginn. Já,
Hann ætlaði náttúrulega bara að ná í plöntuna og koma sér aftur í akrenina en þar sem að Kóni var hana þá þarf hann að fara aftur heim og Nero fær, eitthvað aðeins er plöntu til að halda sér í akren. Við erum að sjá hérna mörg Threads tekið af seifi eftir einmitt að vera sprengdur upp frá bara fullu lífi hérna af Nero. Ég myndi gera það sama. Já. Sarsa, þetta með skjöldi? Getur gert slatta skaða? Nei. Brotna skjöldurinn, hann kemur nú kúið á hann. Daniel Emanuel ætti samt bara að geta labbað í burtu. Þetta er náttúrulega bara tanksæjón, ekkert sverð á manninum. Nei, ég er enda búinn að sjá fólk vera að tala um það að Bamis vopnin eru ekki jafn sterk og þau voru. Ég veit ekki hvort að Sarsa, ég er búinn að heyra það sama, en ég allavega það sem ég hef séð, þá er minna verið að taka þetta og spurning hvort að það leyfi Daniel Emanuel að allavega vera með meiri sénsana af því ég held að það hefði verið betra fyrir þennan Sion að fara bara Negatron Cloak og hreinlega bara meira Magic Resist til að byrja með strax. Þeir vita að þeir eru á möðkunum hérna, MIQ ekki nynstaðir. Þarna kemur fjara flutingur í gegn, Sæþór og I Hate Supporting er hérna. Sæþór er þetta að taka svo mikið skaf frá turninum. Redstone Heitir er að fara að ná honum. Alveg skelfilegt hérna að turnin var að ná honum. Seifur últar þetta inn. Kóni samt að reyna að hörfa inn í burtu. Passivið er að fara að bjarga honum. Og þetta er bara Sæþór tekinn hennar niður óheppilega. Þeir líka, ég veit ekki hvort þú áttaðir þig á því, en þeir spiluðu þetta líka frekar illa upp á ultin að gera. Já. Það sem að Seraphine og S-ultið kemur á sama tíma. Og Nero núna í smá vanda, eða er kannski bara Sosa í vandamálum. Það gæti verið Nero hérna nær honum niður. Starsandor lítur samt að ná honum og er orðin svo lára. Nero er með flash, notar það og eð kemur í gegn. En þetta er hraður Starsandor. Nær ekki enu. Er þetta? Það kemur kúið í gegn. En já, þannig að þegar bæði Seraphine og S-ultin eru farin, þá klensa Redside Heitir bæði ultin og nær strax að hreyfa sig. Ef að þeir hefðu tímað þetta aðeins betur, passaðu upp á annað þeirra hefðu hitt fyrst, bíða eftir klensinu og síðan nota seinna ultið, þá klálega hefðu þeir náða að taka hann þarna niður. Og þannig er hann Seifur kannski í vanda. Daniel Emanuel og Kóni eru á honum en Sosa er á leiðinni. Er þetta að fara að vera hérna 2-2? Seifur er að fara að reyna að taka niður Daniel Emanuel. Næst að taka niður það. Kóni, Daniel Emanuel, orðinir ágæta lágir en Sosa hoppar á Daniel Emanuel. Er að fara meira úr þessu? Held ekki. Já, ef að Sosa hefði fengið tíma hann að fá sitt aftur upp, þá hefði hann klálega hoppað aftur inn á hann á Mundo, þar sem hann er mun sterkari með vopnin sem hann er með, kominn akkurat með bláa sverðið og hennan staf og ég veit ekki hvað ég á að kalla Kindle Gem, en ég reyna að nota öll íslensku orðin sem er dettur í hug. Kindle Gem, það getur verið hérna Hitasteinn. Kindle. Ég Varmasteinn. Varmasteinn. Ég var að hugsa hérna, hann Kóni var á Rúbíkristall ógeðslega lengi. Var hann að kaupa núna sitt fyrsta item ekki satt eða hvað? Já, komið með hardstíl bara strax. Og ég líka að sjá hérna smá minningar að flæða tilbaka. Nero kominn með Gunblade eða byssusverðið. Komið aftur í leikinn. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt vopn sem að maður sá, næstu aðalega einungis á Akali og Katarina á sínum tíma. En ég hef nú séð það á Jax líka þetta tímabil. Og við sáum það akkurat, Dusk and Dawn, annað nýtt vopn í... Býttu, hann var bara sprengt upp. Redside Heitir og MIQ vont að missa þessu, en þetta var mjög vel gert. Hjá Heilum hérna eru komnir yfir í gulli, ef ekki allavega smá. Við sjáum það samt, Yunara er komið Blade of the Ruined King. Veit ekki af hverju hann byggir Blade of the Ruined King fyrst, mér finnst það að vera alveg kolvitlaust. Nero tekur turnaskot, ulti nota líka. Ég held að sýni sér pínu með að við vopnin sem að snákanir eru að kaupa, hvað er spila leikir lítið í dag?
Já, Ég tel Jax vera byggja alveg 100% bara rétt. Þetta það sterkasta sem þú getur verið að byggja, eða allavega eitt því sterkasta sem þú getur verið að byggja í dag. Og þurfti líka galdraskaðan í þessu liði. Býtu hann ekki með úti en að Nero sem tekur 2 spurtaskot. Er það að fara að ná? Nei, Nero bara tekur save niður léttilega. Þú ert ekki að fara að vinna hérna Gunblade Akali án items. En núna Sarsador að fara að taka niður hérna á turnin. Gerir nóg skaða, þannig að já, Sarsador bara svolítið að leika sér hérna. Fara og klára Nero. Hvað skipt í röð? Já, það er reynda skemmtilegt að akkurat þegar hann fellur þá klárar hann questið á sama tíma. Já, ok. Fær, held ég, fjárflutningin með því. Þannig að það geti verið að hann nýti fjárflutningin og koma sér aftur. Ardúlti, þetta er að fara að vera stönn hérna á þá. Nei, hann er leiftrið til að bjarga sér en Sæþór fellur og sóstur á leiðinni og enginn hérna er að fara að bjarga greið I hate supporting. Herri, ég tek þetta tilbaka, Junara bleitaði Rune King, þetta er alltaf læg. Víta aðeins, þarna er ykkur að fara að bjarga. Nero er hann að fara að ná hérna í þrífellingu á þá. Er allavega að taka 2 niður. Kóni hérna er að koma að hjálpa, en hann þarf það ekki. Nero er orðinn svo stór hérna á þessari Akali. Eins og ég sagði, hann var að klára questið þegar hann fjall. Notaði fjárflutningin strax tilbaka. Vissulega ekki í sína agrein, en nýtti það mjög vel. Já, ég hugsa að 3 dráp hérna í bot agreininni er örugglega allt í lagi. Hann er örugglega mjög kátur eftir þetta. Og Heila er ennþá á góðu róli hérna. Eru ekki að tapa jafn hart einmitt í bot agreininni eins og áður. Og býttu, MIQ. Ekki á góðum stað. Og er sprengtur hérna Nero. Hann gerir svo mikið skaða núna. Ég er að spá í hvað er MIQ að gera. Ég ítti hann bara á agrinn og fór burt frá tölvunni. Já, hann geti verið hérna. En Nero núna orðið smá lágur. Hann tekur samt bara niður hérna skittuna. En þetta er hann verið svolítið mikið gutti hérna á Sósu sem er núna að berjast við Kóni. Er það að fara að vinna á Kóni? Er svo mikið skrimsli hérna á Mundo. Komin hérna 2-0. GTA og 300 kall. Ef einhver nær að taka niður á endanum. Sjáum hérna, Jax er að builda hextech Gunblade. Eða sverða byssuna eða hvað svo þú kallar þetta. Já, hérna tækni, sverða, byssan, byssu, sverðið. Af því að það er þetta skemmtilega Vampiric Scepter yfir í bókina. Já, einmitt. En mikið gull hérna í miðjunni fyrir hérna Sion. Já, hann er búinn að hafa það alveg ágætlega gott hérna og einmitt, þetta er svona máli, það er svo mikið af galdraskaða hjá Heilugum að hann er að fara að hafa fínan tíma hérna með Hollow Radiance og einmitt Mörktrætt sem eru komni núna með questið sitt og eru þá uppgreitaðir eða uppfærðir. Kemur á óvart hvað Redside heitir er með mikið meira gull heldur en Sæþór með við það að Sæþór er búinn að ná turninum. Já. En vissulega var það ekki allt Sæþór, það komið nokkur að hjálpa. Býttu aðeins, Seifur núna er næstu í tekið niður hérna af þeim. Hann úldrar hann inn þó. Og þeir eru eitthvað hérna að leika sér við þetta en eru að, aðeins of lengi kannski. Hann kemur meira þess að lestin hérna Sarsador að keyra niður lækin og það er búið að sprengja um Nero hoppa bara beinir sér leið á hann hérna. Hann er fjárflutningurinn frá Daniel the Manual til að koma hérna inn og hjálpa en hvort það þurfti, það eru bara báðir hérna Sósa og Seifur dauðir. Já, ég er ekki alveg viss. Redside heitir allan og græðir eitthvað á þessu eða hvað hann er. Jú, líka tekið niður. Redside heitir er kannski bara að fara að tekið niður nær ekki Orion últinu. Hann hefði fallið ef að Ori últi hefði tengt þarna. Redside heitir mjög nálægt í að falla og ég skil ekki alveg hvað Redside heitir er að byggja. Hann er svolítið að attack-speed on-hit hérna, Wit's End, en þetta er núna 3. drekinn, eitthvað sem þeir náðu ekki seinasta leik. Og næsti dreki er að fara að vera svolítið stór. Sálin í boði handa Heilugum. Já, ég er bara ekki alveg viss margt hérna, allan það.
I hate supporting, hann að byggja það sem ég vil sjá hann byggja. Þetta það sem ég vildi fá á hann. Það dropinn mættur á staðinn. Já. Dropinn komin í hús og annars kemur últið einmitt frá Sæþóri, nær einmitt honum Sósu hérna og þetta hlýtur þá að vera einmitt Skellrún, handa heilugum, að spila mjög góðan leik núna, allt annað. Núna þurfa að hörfa. Snákanir í smá klandri. Já, reynda að Sæþór gæti lappað inn í smá vandari, þarna akkurat MIQ með geggjað. Mjög mikið, hann kemur últið hérna til að reyna að gera eitthvað, já það er nóg, hann kemur samt Sion inn, Sæþór tekið niður, I hate supporting næstur á lista, þetta mjög stór Sion, 4-0-0 hérna, gera mjög mikið fyrir liðið sitt að halda sér í baráttunni. Þetta eiginlega maðurinn sem að þeir vilja ekki að komist af stað af því þeir eru aftur ekki með mjög mikið til að taka þennan mann niður, lentu akkurat í vandræði með Nasusinn áðan og ég held að ég sé að fara að lenda í vandræði með hann að Sion núna. Junara mun alltaf vera mjög sterk inn í Mundo, sama hvernig leikurinn fer og sérstaklega ef hann heldur áfram að safna þessum skósveinum eins og hann að gera. Og sjá hérna, við líka, ég verð að beina hérna athyglinni að það eru allir með mörktretts nánast hjá snákunum, það bara svo mikill galdra vörðana hjá þeim. Ég reynda veit ekki með þeim eitt Redside Hater hvort að hann með bara klassísku skóna. Það vantar ennþá að sjá, ég sé hvergi hvaða skóð hann með. Og við munum ekki vita það. Nei. Hérna, svo, hann með 350 movement speed, ég veit ekki hvort það að reikna það út, en hann með 88 Magic Resist, svo ég held hann ekki með mörktretts. Getur við ekki hringt í Arnar, en ekki búið með leikinn sinn, eða? Ég held einmitt að út af við sjáum Magic Resist í 88 að hann hlýtur bara að vera með þetta vitsend. Gefur þetta í 55 enda. En við erum að sjá mjög mikið af einmitt galdra. Hann kemur Sósa, hoppar hérna á Kóni. Að fara að vera eitthvað úr því, nei. Þetta kemur út frá Sæþór, MIQ bara tekinn niður. Nero að fara að koma sér í burtu. Já, hann kemur þokan upp og Já, þetta ekki bardagi sem þið vilja. Sion ennþá í toppakkurinn að leika sér. Spurning hvort að Redside Hater og Seifur ná að losa ekki. Jú, nei, hérna kemur Skellrún til að hjálpa þeim að taka þetta alveg klálega. I hate supporting reyndar að hoppa inn. Seifur gæti gripið hann hérna á leiðinu tilbaka. Hann hoppar svolítið langt burtu. En við erum að sjá Sarsador bara í toppakkurinni, berja turnin. Nero sem komin á hann. Já, en Nero ekki með neitt til að stoppa þetta. Nei, það ekki hægt að gera mikið hér. Áður fyrr, þá gæti Akali stönnaði í 0,1 sekundu, þá hefði kannski eitthvað... Já, það var með últinu. Já, fyrsta últið. En býtu, Sæþór, næstu í klandri hérna, með draugin uppi, með Ghost, og hleypur bara í burtu. Þarna kemur Seifurinn, hann að fara að reyna að taka niður Sæþór hérna. Kóni að reyna eitthvað að píla handunum, en hann bara sprengtur upp. Seifur núna hinum megin hérna við liðið sitt. Einhver að fara að pæla í honum? Neip. Hann bara leiftar sér í burtu, en núna Nero komin, aðal maðurinn. Sarsador með Q einhvern lengst því fuskan og nær engum. En þetta bara frítt hérna dráp á Sæþór. Já, frítt og ekki frítt, þau þurfti að eyða frekar miklu hérna. Og já, Baronin komin upp og 50 sekundur í drekan. Þannig ég tel heilaðir vera bara frekar góð staða fyrir þá til að reyna að fá eitthvað objektíf hérna. Einmitt engin últi hérna í boði nema hjá Sósu og þetta kannski að fara að vera dreki eða sál fyrir þá? Fyrir þetta eftir hvort það búin að fá 3 dreka? Já, þeir búin að fá berg og tæknir og efnir og núna efni 2. Þá er þetta efni sálinn að handa þeim. Og Seifur hérna hinum með við, en þeir þurfa að berjast hérna við þá. Þeir vilja ekki missa sál bara út af engu. Við erum að sjá hérna nokkur ping hérna einmitt að fara inn hérna á þá. Últið notað hjá Nero
ekki að fara að gera nóg hérna, núna svolítið langt í burtu og þetta kemur risa charminn á MIQ að fara nóg. Sarsador komin hérna nær á Sæþór Kúi og últar á þá. Risa stórt hérna hjá Seifi til að taka niður Sæþór. Daniel Manuel næstur að lista en það núna Kóni að fara að vera tekin kannski af Sósu, að reyna að hlaupa burtu Daniel Manuel líka. Það bara einn dotti niður eins og hann leiftra sér yfir á hann. Það að fara að vera nóg? Hanna Redsett Heiðar komin líka, gerir eitthvað smá til að hægja á Daniel Manuel, samt ennþá að hlaupa, kúið fyrir gegn og það nóg. Núna Nero og IH Supporting í smá vanda hérna, ekki með ulti, hann flastar á MIQ, en núna verður að taka niður þá, hittir ekki einu sem svo dýrt og Sarsador risastór hérna með sjöttan á hann. Þetta er ekki búið því að Kóni eitthvað að reyna að berjast hérna hennan dreka, vill ekki missa hann hérna, fínt að fá sálina en hann bara farinn. Hleypir þetta inn en þetta var langur bardagi sem fór bara í hendina á snákunum en býttu, Kóni hleypir á Redsett Heiðar og hann bara sprengtur upp af IH Supporting. Já, hann labbaði villis átt. Þetta var ekki flóknari það. Langur bardagi og mikið sem gerðist. En já, gerðist eitthvað í raun? Sko, Daniel the Manual, frábært ult til að bjarga sér hana í einhver tíma. Versta var að þeir voru búin að, sko, Sæþór og IH Supporting í guðanabænum tali við hvern annan áður við ultið því að þeir voru að gera þetta nákvæmlega sama. Sæþór ultar MIQ, Seraphine ultið kemur á nákvæmlega sömu línu, þannig að MIQ í staðinn fyrir að vera tjarmt og lappar inn og síðan stönnaður, þá hann stönnaður og síðan tjarmt sem að gerir ekki neitt. Já, einmitt og þetta eitthvað svona samskipta vandamálina hjá þeim í botnagranni á heilum en eins og ennþá í allt í lagi stöðu en Sarsador orðinn svo stór þetta sjá hann 11.000 á móti 7.000 í miðjunni. Daniel Manuel gerði ekkert rangt í raun í þessum leik. Hann var þarna bara að taka skósina niður, sami farmur á honum en hann ekki með 5 kills. Svo að leiðinlegt fyrir hann hversu eftir á í raun hann Já, algjörlega og já, Daniel Manuel samt getur gert mikið. Kóni komin líka og þeir hlaupa bara í burti hérna Spellimjún. Hanna kemur ult til að reyna bjargunum IH Supporting og Kóni samt í smá vanda hérna. IH Supporting tekin niður ultið frá Sarsador beint í vegg. Þetta var svona pínu gróft hjá Sarsador. Ég hef gert það nákvæmlega sama. Maður heldur að það sé einhver meira til að sækja hana. Liðið þetta bara búið að ákveða að fara tilbaka og þú skellir þér inn og síðan enginn hana og þú bara lendir í ykkur vegg og já, þetta svona walk of shame aftur inn í liðið þitt. Við erum að sjá hérna náttúrulega Sarsador eini sem ekki búinn að deyja meira en 4 sinnum í liðinu sinu og hérna, hann kannski að reyna að taka eitthvað smá svona charge í þessum leik. Já, ég elska það sko, hann ekki bara það að hann sé ekki búinn að deyja meira en 4 sinnum, hann eini sem ekki búinn að deyja punktur, allir aðrir eru búinn að deyja 4 sinnum eða oftar. Við sjáum líka hinum megin, það Kóni að gera það sama, þessi tankar, skriðdrekar eru bara, þeir bara falla ekki. Það einhvern veginn ekki nógu mikill skaði þó við sjáum sko þessi Ionara með Borg og Mortal Reminder núna ætti að gera mjög mikið skaða við þennan Mundo. Einmitt og það svona eitthvað sem Sæþór ekki með, bara með Infinity talarna, ekki með neitt strax. Last Whisper þetta komið en það þarf að bíða eftir þessi 3. item event. Kóni ekki að fá frumskóin sinn lengur. Já, ég myndi vera mjög ósáttur sem Kóni af því að þú búinn að spila frábæran leik og gera alveg helling fyrir liðið þitt. Nero akkurat líka en á meðan Nero akkurat í top akrein þá hefur þú ekkert mikið aðgengi að skóinu þínu lengur. Allavega í bot akrein þar að segja, eða bot megin. Einmitt og núna eru líka snákarnir bara komin í gull. Þeir eru komin yfir í gulli og þeir eru bara að hafa fína tíma hérna. Nero náttúrulega var svolítið að bara ráða leiknum hérna í byrjun en byrjaði að vera erfiðar að sprengja upp
alla þessa í liðinu hjá snákunum þar sem allir eru með Magic Resist, allir eru með galdra vörn hérna. Við erum með 2 Maw Mortius, við erum með Hollow Radiance og Nectron Cloak og svo erum við með Witch End. Þetta er skelfilegt ef þú ert að Kali og ert að sjá hérna Já, liðið. líka bara allir með Mercury Threads nema Redside Hater. Þannig að það er nóg til í þessu og vissulega bæði Daniel the Manual og Nero horfa á þetta og Þetta er mjög áhugavert hérna, hann tók Elixir. Náttúrulega stór bardagi að fara að gera svona sálina og hann hugsaði bara þetta er besta sem ég hef gert eins og er. Reyna að einmitt fá eins mikið AP og ég get fyrir hennar 500 kall og þeir þurfa virkilega að snúa svolítið við leiknum núna. Nero nær ekki einu, Seifur núna komin í baklínuna, Daniel Manual og að heita porting hérna á honum. Coney er að fara að vera tekin kannski niður hérna, leiktar sér í burtu, hann kemur charmið út, Nero er hérna í baklínunni, er samt stönnaður og tekinn niður, aðal maðurinn hjá heilum, fellur Seifur með passivina uppi og er ekki að fara að detta niður. Það bara allt lífið tilbaka, skemmtileg hetja og núna er I Hate Supporting að fara að vera sprengtur af Soso og Sasastor. Sæþór hlýtur að vera næstur og þetta er bara allir í liðinu og heilum að falla. Ég ætla samt að gefa þeim það. Þeir hlustuðu á mig, það kom Serafín út fyrst, síðan kom Ash-ultið. Vel gert, strákar, þið töpuðu fætinu en hei, vel gert. Það var einmitt, kannski aðeins og seint. Já, kannski. Það er aðeins svo stór Sion hérna sem að labbaði bara inn í ykkur og Nero. Þetta er núna að fara að tekja niður. Daniel Manual kom hérna mjög vel. Bara... Já, Sarsatúr hefði kannski mátt að reyna að standa bara ofan á honum en... Það geta búast við einmitt Daniel hérna. Jæja, Seifur tekur turnin niður, ætlar að henda sér hérna í bak en Coney er hérna. Er að fara að gera eitthvað? Já, Nero er komin líka, Seifur er einn og hann þarf að bara leiktra sér í burtu til að komast í burtu en... Ég finna á honum ekki á eftir þetta held ég. Seifur er það snöggur og með dash, þannig að þó að Kali reyna að dassa eftir honum þá dugar það ekki til. En snákarnir algjörlega búin að snúa þessu leik við og búin að taka yfir leikinn núna svona yfir miðjan punktinn. Og það er aðalega af því að Nero fær ekki að sprengja neitt upp lengur. Nei, ég veit. Við erum alltaf að sjá snákarnir eru, þetta er liðið sem vann seinustu deil, maður er að vonast eftir að þeir eru að fara að sýna sig svolítið hérna í þessari deil líka. Og klárlega hérna voru að tapa svolítið í byrjun leiks og ná að snúa því við. Já, Coney og Nero náttúrulega spiluðu virkilega vel til að byrja með. Sæþór og I Hate Supporting líka flottir. Hérna kemur Ash-ultið og þetta er bara Sosa náður hérna, hann er alveg einn. Þetta gæti kosta liðan svolítið mikið. Það gæti verið Baron hérna. Ég hefði viljað fá sjöttanni yfir á Sæþór frekar upp á að fá. Sjá þetta, þetta er vont. Þeir hjá heilum eru að byrja Baronin en halló, það hefur verið að banka niður á miðju akreinina á meðan. Þið eru hérna að fá Baron í staðinn fyrir einmitt inhibitor. En býtu, að Seifur að hoppa beinustu leið inn í dauðan sinn líklega, ætlar að últa sér í burtu. Það er blastbrand, þetta er það að fara að vera nóg. Nei, það er að fara að vera náðunum á endanum held ég. Seifur orðin mjög lár, Coney nærunum. En býta á þess, það er bara að vera að enda. Strákar, þið hendu þessu í burtu hérna. Þið verðið að ná að stoppa þetta núna. Sarsador og Redside Hater þurfa að hörfa samt í burtu. Þetta gæti verið dýrt hérna handa en Baronin er uppi og þetta er orðin mjög langi. Redside Hater hlýtur þetta hérna niður. Nero er orðin mjög stór hérna. Þeir ná svo seifi en þetta er svolítið dýrt. Missaði mitt Nexus-turn. Já. Nexus-turnin vissulega kemur tilbaka. Ég hef ekki miklar áhyggjur á honum. Það er eitthvað sem að þú átt frekar að skila eftir í lágu heldur en að taka hann. Já. Og það er vissulega hinn turnin er meira skaðaður upp á það að gera. Einmitt. Af því að það tekur hann lengri tíma að koma sér aftur upp í fullt heldur en að koma bara aftur alveg. Sjá hann að turn, hann er bara brotmættur.
Hann hefði sprungið við eitt bara hitt frá einhverjum í liðinu. Þess vegna hate supporting hefði mátt bara íta á hann og kristallinir hefði algjörlega hrunið. En sko, það að þeir fengu Super Minions meira mikilvægt upp á Red Side heitir, þú ert ekki á góðum stað. Góni, já, hann kemur sem í raun gerði ekki neitt, en já, þetta Ash kemur aftur eftir 30 sekúndur eða eitthvað. Já, einmitt og en núna erum við að sjá svolítið samloku hérna þar sem Sosa komin í bakgrunn og einmitt Seifur hann nálgast Sosa að hoppa á Daniel meina næst ekki þeim, en það Saito sem sprengtur fyrstur eins og í öllum börnum og þetta að fara að vera þá líka tekið niður hérna Sosa móti, hann kemur sann núna, hann Seifur í baklínuna, I hate supporting að reyna að hörfa, nærði rétt svo, Seifur samt með passið sitt uppi, Nero í baklínunni, hann að fara að tekja niður, já, Red Side heitir, nær að taka niður Nero, Seifur núna, orðin lár, en stóra skrýmsliðina, Nero tekið niður og skaðinn ekki í boði hjá Heilum til að klára þennan bardaga. Var ekki ástæðan af hverju passífið hjá Aatrox var tekið í burtu var að því að allir hötuðu það og það var ógeðslega leiðilegt að spila á móti því? Jú, mikið rétt. Af hverju var gefið öðrum annari hit sér nákvæmlega saman dótið? Sko, ef ég man rétt, þá Aatrox, það var á últina, hann ítti alltaf bara últ. Já, hann ítti á últ og... Þetta var í raun svona takki til að towerdæfa og svona. Þetta meira svona, hann þarf að berjast alltaf á hana. Aatrox svona ítti á takka og þá var hann með bara revive. Og hann kemur últið nær, einmitt, MIQ, ekki save hérna, hann kemur últið í burtu, Sarsótt alltaf ekkert að gera með hennan bardaga. En... Ég held að þeir hefðu alveg getað tekið hann, en... Já, og núna þetta þriðji drekir hérna það var engin Nero kominn, Sosa vissulega var ekki með þeim hana, en ég held 4-4, þeir eru alltaf tekið hann að barta. En við ákvað fara fyrir bara að dreka hann var örugt, fá þriðja dreka sinn og já, mun lengri leikur heldur maður kannski bjóst við, en Heila eru náttúrulega, þeir eru með 26 fellur á móti 20 og peningurinn kominn bara í 3000, þar sem að Heila fengu baróninn og einhverja turna með því. Við verðum að horfa hérna til snákana, þeir eru allir með mörgtrets og þeir eru með 3 Chemtech-drekka. Þeir eru bara frá ekki að vera stönnaðir. Já. Hver dreki gefur eitthvað 4 tenacity eða 3 tenacity? Ég held að það sé 3 tenacity núna. Já, þetta, 9 og svo mörgtrets, ég víst ekkert við því að þeir eru að fara að vera auðveldlega stoppaðir hérna. Nei, alls ekki og það nú held ég ennþá meira gefur ekki vitt send tenacity líka. Og breytti þér því, jú. Það gæti verið að... Þessi Jax gæti fengið Ash Arrow bara full on yfir mappið og samt staðið aftur að stað bara sekundu seinna. Þannig að, já, þetta Seraphine, Ash og Rihanna combo, já, ég ekki að fara að halda þeim lengi allavega. Nei. En Mundo og Sion ekki ennþá búin að falla. Nei. 4-0-7, 6-0-6. Við erum að sjá hérna fullkomlega leiki hjá bæði Sarsóttur og Koni hérna. Og maður bara, já, þetta búast við meira svona. Þeir hljóta að lifa báðir leikin af þrátt fyrir að einn af þeim tapi. Nero komið með Void Staff. Loksins ætlar hann núna að byrja að gera eitthvað skaða aftur. Vonandi. Já. Þetta ætti allavega að hjálpa aðeins. Vissulega með mjög mikið. Þessi Sion hann kemur últið, hittir engan var að leita Red Side heitir eða Sosu, Koni, hendir kúi og við erum að sjá hérna snákan að vera að herja á heimastöðar hjá Heilum aðeins að halda þeim hérna inn í sínum heimastöðum. Já, algjörlega. Það erfitt að komast eitthvað út. Þetta byrjaði að vera svolítið skadalegt hérna hjá Nero, með Void Staff, að fara að vera nóg hérna, hann kemur Saito með einmitt tvöldafið. Nero orðinn svo lár hérna, þeir verða að ná honum niður alltaf svo Nero getur bara hlupið í burtu. Þeir verður núna að hörfa, hann komin bara aftur upp í fullt líf. Þetta óþolandi og hann kemur einmitt baróninn til leiks og snákarnir eru að byrja á honum. Já, við sáum það að Ash-ulti fór framhjá áðan. Nero var að hoppa inn og nota
margt af sínu. Kóni með leiftrið, getur hoppað yfir. Hann kemur annað assultið, fer einmitt bara á MIQ, búið að vera heitan. Kóni er ekki að einmitt, hann gefur þetta bara. Mér finnst þetta svolítið dýrt að gefa einmitt, en hann vildi ekki deyja. Hann er einmitt með þetta perfect KDA og ég hugsa... Sko, þeir hefðu þurft að ná save, ef þeir hefðu geta gert það án þess að deyja, þar að segja, þá hefðu þeir mögulega geta farið síðan 5-4 á þennan Baron. Já. En þeir ná ekki save, þeir nota sko ulti hjá Nero og meira til og já, þú veist, Sæþór þurfti að nota liftri til að komast frá honum. Við erum nú að sjá allan að Nero loksins hérna komin í 19. level. Þetta er hérna svo færið fyrir að vera í toppakri núna. Já, Seifur líka mættur í 19. Vonandi að fara að gera aðeins meiri skaða núna. Það kemur samt á óvart, þessi skógamenn hafa haldið sér svo hátt uppi og líka miðjan í, já, þessu lærdóm XP og eru allir level 18. Maður er ekki vanur að sjá það, oftast er þessi topp komnir hæra. Sjá Sósu bara taka svo mikið skaðina frá Nero einmitt. Hann kemur, já, þetta var smá stönn, en þetta er risa bardöld og hann kemur últi í gegn. Þeir ná allir að leifta sér burtu. Sporting kemur fallegt út hérna til að reyna að halda þeim í skefjum. En núna er Sarsson tekinn mjög langt niður og Daniel the Manual Rensson heitir að gera svo mikið skaða hérna á liði hjá þeim. Kóni er ekki að fara detta niður samt, en það er hann Daniel the Manual tekinn niður. Nero tekinn niður MIQ, ennþá lifandi og það er að vera tvífelling hjá honum. Þetta er svo mikið skaði hérna, Sósa næra að taka niður að lokum, en það er jafnt hérna ennþá. Og það er 3 niður hjá snákurum, þeir geta ekki endað. Já, 3-2 fyrir heila og þeir bara vinna þennan barda. Þetta leit svo vel út, MIQ fáránlega gott ult, náði að gera 3 gilda og maður hélt að Sassator væri að fara að sprengja þá þegar hann var að koma inn með lestinni. En þeir náðu að lyfta allir í burtu og nú eru bara komin næsta barda. Þetta er að fara að vera bara, ef Sæþór er ekki sprengtur í byrjun bardaðan þetta út af þeir sjá þá ekki. Sæþór er sprengtur niður, þetta er maður sem þurfti að vera lifandi hérna að gera skaðan. Rensson heitir núna bara að ná að taka niður Kóni. IHN Sporting, þetta er að fara að vera sálinn. Kóni, þú verður að reyna að stela þessu. Hann er með smite, hann getur komið yfir, Redside heitir bara að reyna að hýla sig, hann er ekki að taka drekka og hoppar inn, hann vissi ekki af þessu. Þetta var aðeins og snemmt hérna, drekkin er næstu tekinn niður, það kemur últið, rétt svo, I hate Sporting, næra að stela, Sósa var ekki á svæðinu, smite ekki boði og þetta er sálir handa heilugum sem ná einhvern veginn að vinna þennan barda í lokin. Vissulega fyrsta skipti Nero nær að sprengja hérna upp. Redside heitir er núna kannski næstur á listanum, en það er risakú hjá einmitt Sarsson. Búin að vera að spila svo góðan leik, Nero er tekinn niður og þannig að henda þeir þessu litlu von sem þeir fengu frá sálinni í burtu og Sósa ætlar að enda þessa viðureign. Þið voru með þetta, strákar, þið unnu bardagan, þið voruð að fá sálina, vissulega féll Kóni í fyrsta skipti og kannski var það bara það sem þurfti að gerast til að þessi leikur myndi enda. En come on, þið voru með þetta! Heilaðir, þetta var allavega mun betri leikur. Mun betri leikur heldur við fengum í fyrrleik hjá þeim. Þetta var líka bara hetjuval sem að okkur leist mun betur á. Þið gátu spila leikinn án þess að vera bara, óspilanlegu leikur eins og ég kallaði fyrir leikinn. Og já, margt gerðist í þessum leik fram og tilbaka, Kóni og Nero með frábæran leik. Meira þess að botna akrinnin, Sæþór og I hate Sporting, já, spiluðu akrinnina vel, vissulega eitt dive sem að fór ekki alveg rétt og þurfa aðeins að tala á milli sín varandi þessi ult. En, frábær leikur, æðislegt að horfa á, gaman að sjá að Heilaðir allan að geta mætt með slaginn og snákarnir, ég tel að vera pínu heppna að hafa klárað þetta svona. Ég fannst þetta vera mjög vel spilað. Nero var náttúrulega lykilmaðurinn, Kóni líka. Þeir voru svolítið að halda leiknum uppi en máli var bara, Sarsson var svo bara, ég myndi segja vann bardaðina, hann dæði mann oft hana. Hann var með kúinn
mjög vel sett upp þarna, últið náði þeim alltaf mjög vel. Svo snákarnir klárlega bara voru betri í dag. Heilagir, náttúrulega, þetta var mjög góður leikur hjá þeim. Já. En nokkuð mistök sem svolítið bara gaf snákarnum einmitt leikinn. Já, en við samt sko þegar við tölum að þeir voru að spila ótrúlega vel og akkurat Sassator með góð ult, við erum að tala þegar þeir eru að vinna bardan sem að skipti öllu máli, þá var MIQ að hitta 3. Já. Sassator ultar inn í það, fullkomin tímasetninga eða hjá honum, en af því að sko hann var aðeins og snemma, hann þarf að íta aftur og takka til að stoppa, hann fer ekki fram hjá þeim og það þýðir að strax þau eru ekki gildir þá er allir að leiftir í burtu og búa til hennar sigur bardaga. Redside heitir einhvern veginn varð aldrei nógu sterkur til að vera þessi Junara sem hann bara tekur yfir leikinn og bara lætur alla hverfa. Hann var eiginlega næstu komin á það stig, hann alveg endan. Já. En ég veist, eins og segir, Sassator með frábæran leik og já, við þurfum náttúrulega að velja einhvern MVP. Einmitt. Byrjum kannski bara leik númer 1 MVP þar. Já. Ég vil fá kallið frá þér. Sko, við vorum að sjá mjög fínan leik hjá Sósu þar. Ég vil meina hann hjálpaði svolítið liðinu sínu að bara vinna í raun. Hann var svolítið svona bara, þetta var náttúrulega Nasus. Já. Og tók svolítið bara yfir bardöfum hana. Ég myndi gefa Sósu fyrsta leik allavega. Já, ég vil hann að gefa sjátt á botnagrunna þó að Sósa virkilega hjálpaði mikið. Þá tóku þeir eiginlega bara pínu yfir leikinn líka. Redside heitir var mjög sterkur en það var vissulega náttúrulega hreyfingi hjá Sósu sem að byrja þetta og einhvern veginn eftir það þá tekur botnagrunnin þannig að ég get alveg verið sammálaðir Sósa má eiga fyrsta leikinn. Hins vegar fannst mér Sósa ekki vera jafnöflugur í seinni leiknum. Nei, var svolítið aðeins svona, já, lagur hoppaði inn, náði að gera eitthvað smá í byrjun en svo bara var hann eiginlega sprengtur upp. Dó svolítið oft þarna. Sko, mér finnst bara mjög erfitt að gefa einhverju viðregnið af því mér langar að gefa sjátt á Sassa í seinni leiknum. Hann var klárlega dó aldrei og var bara maðurinn í þessu liði. En í fyrri leiknum sáum að spila Nivea var sko svona til að byrja með var hann alltaf frekar hægur að koma sér inn í þetta en hann var alltaf mjög sterkur og öflugur seinni part leiksins og spilaði vel góðir veggir og var að trufla hitt liðin frekar mikið þannig að mér líður allavega af því að hann spilaði ágætlega vel í fyrsta leik og spilaði frábærlega í seinni leikinn að gefa honum kannski bara viðregnina af því að mér finnst restina liðinans hafa svona droppa pínu í quality í leik nummer 2. Já, einmitt. Ég held að það er alveg mjög fínn punktur hérna til að enda þetta á að Sassator fær MVP. Mjög vel spilað hjá báðum liðum en við ætlum nú að segja þetta gott endilega komið næsta mánudag að horfa. Býttu hann að skipta akrein?